Ágætu borgarfulltrúar, Reykvíkingar, þá situr forseti fund borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 21. nóvember 2017 hér í Ráðhúsinu klukkan 14. Og fyrsta mál á dagskrá kjörgengi Kristínar Soffíu Jónsdóttur, samanborið fyrsta lið fundargerðar forsætisnefndar frá 17. nóvember 2017 og til máls tekur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi hefur tekið sæta 9 borgarstjórn eftir veikindaleyfi og fæðingarorlof. Það kunnar en frá þurfa að segja að forsætisnefnd hefur haft kjörgengi borgarfulltrúans til skoðunar eftir að í ljós kom að hún flutti lögheimili sitt til Danmerkur á meðan hún var fjarverandi frá störfum í borgarstjórn vegna veikinda og fæðingarorlofs. Við yfirferð forsætisnefndar á málinu var ákveðið að fela skrifstofu borgarstjórnar að afla lögfræðilegra álita á þeim álitaefnum sem upp hefðu komið varðandi kjörgengið og var það fengið annars vegar frá Trausta Fannari Valssyni, dósent í lögfræði við Háskóla Íslands og hins vegar Logos. Þessi álit eru hluti af gögnum málsins og eru afdráttarlaus og afgerandi varðandi kjörgengi borgarfulltrúans. Því háttar þó þannig til í sveitarstjórnarlögum að ef vafi kemur upp þá það hlutverk sveitarstjórnar að eiga síðasta orðið og leggi því til að borgarstjórn staðfesti kjörgengi Kristínar Soffíu Jónsdóttur til setu í borgarstjórn. Og vil leið þakka forsætisnefnd fyrir ítarlega og góða skoðun málsins sem þar með úr sögunni. Þá borgarstjóri lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og við göngum því til afgreiðslu þessa máls. Þannig að lagt fram bréf forsætisnefndar dags 17. nóvember síðastliðinn til borgarstjórnar vegna kjörgengis Kristínar Soffíu Jónsdóttur og einnig minnisblað Trausta Fannars Valssonar, dósents í lögfræði og minnisblað Logos lögfræðistofu. Og samkvæmt bréfi yfirkjörstjórnar í Reykjavík frá 4. júní 2014, samanber fundargerð borgarstjórnar 16. júní 2014, var Kristín Soffía Jónsdóttir kjörin til setu í borgarstjórn Reykjavíkur til 4 ára í borgarstjórnarkosningunum sem fram fóru 31. maí 2014. Og með vísan til þeirra gagna sem lögð hafa verið fram vegna vafa sem komið hefur upp kjörgengi vegna breytinga á lögheimilisskráningu borgarfulltrúans, liggur það fyrir borgarstjórn samkvæmt 98. grein laga númer 5 frá 1998 kosningar til sveitarstjórna að kveða upp úrskurð hvort Kristín Soffía Jónsdóttir hafi mist kjörgengi. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að Kristín Soffía Jónsdóttir hafi ekki mist kjörgengi gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera og það þá samþykkt með 10 greiddum atkvæðum og 4 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Þá göngum við til annars liðar á dagskrá sem að hér boða fulltrúar bókanir og það í góðu lagi. Þá fjölbókun, þá gengið til annars liðars á dagskrá sem annar áfangi tilraunaverkefnis styttingu vinnuvikunar samanborið 33. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. nóvember 2017. Og fyrstu tekur til máls Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Undanfarin 2 ár höfum við haft hér í borgarstjórn til umfjöllunar tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar styttri vinnuviku án launaskerðingar. Mér telst til að þetta sé í 4. sinn sem verkefni á dagskrá borgarstjórnar og tilefni þar að segja að þetta að horfa á þessu kjörtímabili. Verkefni á dagskrá borgarstjórnar og tilefni nú sérstaklega ánægjulegt því nú erum við að hefja annan áfanga tilraunaverkefnisins þar sem við galopnum það og bjóðum áhugasömum stjórnendum og starfsfólki að taka þátt að undangengnum ákveðnum skilyrðum. Frá því að fyrsti
áfangi tilraunaverkefnis okkar styttri vinnuviku án launaskerðingar hófst fyrir 2 árum hefur áhuginn á verkefninu vaxið jafnt og þétt, ekki síst eftir að fyrstu niðurstöður bentu til jákvæðra áhrifa styttri vinnuviku, áhrifana sem það vinnufyrirkomulag hafði á starfsmenn og starfsstaðina sem tóku þátt. Fjölmargir starfsmenn og stjórnendur hafa sýnt því áhuga að koma inn í tilraunaverkefni á þessum tíma, auk þess sem háskólanemar hafa fengið að rýna ákveðna hluta þess. Lífið meir en vinna, það tengja allir við hugmyndunum styttri vinnuviku þó efasemdamenn megi sömuleiðis finna. Sjálfur ég gríðarlega glaður með þá forystu sem Reykjavíkurborg hefur tekið í þessum efnum og stigið merkileg skref sem vonandi munu hafa mikil áhrif og stuðla að fjölskylduvænni vinnumarkaði með styttri heildarvinnutíma þegar við horfum einhver ár fram í tíman. Það mikilvægasta fyrir börn eru samvistir við foreldra og fjölskyldur sínar. Þegar við bætist aukin framleiðni, bætt heilsa og betri lífsgæði að mínu viti ljóst að við sem samfélag þurfum og eigum að ráðast í þær breytingar sem leiða til styttri vinnuviku. Við eigum að skipuleggja vinnumarkaðinn út frá fólki en ekki öfugt. Það ágætt að rifja upp að tilraunaverkefni okkar styttingu vinnuvikunar hófst árið 2015 og nær nú til fjölbreytilegra vinnustöða. Að ræða skrifstofur þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts og Barnaverndar Reykjavíkur sem voru fyrstu starfsstaðirnir sem hófu þátttöku. En síðasta haustið 2016 bættust við leikskólinn Hof, Laugardalslaug, heimaþjónustu og heimahjúkurinn í Efri byggð, auk hverfis- og verkbækistöðva borgarinnar. Markmiðið með fjölgun vinnustöða var að dýpka rannsóknina og kanna mögulega áhrif styttingar vinnuvikunar á ólíkum starfsstöðum. Á starfsstöðunum 2 sem hafa verið lengst í verkefninu starfa nær eingöngu konur eru konur í meirihluta og því þótti það bæta talsvert miklu við verkefnið að fá inn starfsstæði þar sem karlmenn væru í meirihluta. Eins þótti nauðsynlegt að bæta við starfsstað og skóla á frístundasviði sem langstærsta svið borgarinnar. Að auki var það talið verkefninu til tekna að bæta við starfsstöðum sem starfa á vöktum en heimaþjónusta og heimahjúkurinn í Efri byggð og Laugardalslaug uppfylltu þau skilyrði. Síðasta vetur tókum 300 starfsmenn þátt í tilraunaverkefninu en þeir eru 280 í dag eftir að 1 starfsstaðan á Laugardalslaug hætti þátttöku. Tilraunatímabilinu lauk 1. nóvember síðastliðinn en við settum inn sólarlagsákvæði nýverið sem brúar bilið fram að næsta áfanga sem hefst í febrúar. Þessi starfsstaðir sem nú þegar taka þátt geta þá sótt og mögulega haldið áfram þátttöku sinni. Útfærsla styttingarinnar hefur verið mismunandi eftir starfsstöðum en allstaðar hefur styttingin verið 4 klukkustundir á viku miðað við fullstarf fyrir utan þjónustumiðstöðina þar sem styttingin hefur numið 5 klukkustundum á viku. Eins og áður hefur komið fram bendir allt til þess að tilraunaverkefnið hafi leitt í ljós jákvæð áhrif. Niðurstöður viðhorfskönnunar meðal starfsmanna benda til jákvæðra áhrifa tilraunaverkefnisins þó það birtist með ólíkum hætti á starfsstöðunum. Mælingar sýna það dragi úr andlegum og líkamlegum einkennum álags, auk þess sem starfsánægja eykst á öllum starfsstöðunum fyrir utan einn. Þegar á heildinni litið eru áhrif styttingarinnar jákvæðari heldur en væntingar fólks stóðu til í upphafi verkefnisins á öllum starfsstöðum nema einum. Þegar skoðaður var þáttur sem snýr að sveigjanleika í starfi þá kom hann vel út á flestum stöðum. Slysaskráningar á umhverfis- og skipulagssviði benda ekki til þess að aukningar gæti að slys verði vegna tilraunaverkefnisins á starfsstöðum sviðsins sem taka þátt. Þá hefur ekki dregið úr hreyfingum í málaskrám Barnaverndar og þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts eftir að tilraunaverkefni hófst. Skammtímaveikindi á þessum 2 stöðum hafa sveiflast frá því að tilraunaverkefni hófst en veikindin eru minni en áður. Dregið hefur verulega úr veikindafjarvistum á leikskólanum Hofi eftir að styttingin kom til sögunar og eins hefur dregið úr veikindafjarvistum hjá heimaþjónustunni í Efri byggð. Erfitt að draga ályktun áhrif verkefnisins á veikindafjarvistir í Laugardalslaug þar sem eingöngu dagvinnufólk tók þátt í verkefninu en greiningin náði til allra starfsmanna meðal annars starfsmanni hlutastarfi sem manna vaktir helgar. Það dró samt sem áður úr veikindafjarvistum hjá starfsfólki Laugardalslaugar í heild á meðan á verkefninu stóð. Unnið að því þessa dagana að taka út veikindafjarvistir fyrir þátttökustaði umhverfis- og skipulagssviðs. Ég vek sérstaklega athygli á veikindatölunum úr leikskólanum en meðal veikindahlutfall fyrstu 8 mánuði ársins 2016 var 7,6% en núna í ár var hlutfallið
6,9% sem lækkun 4,7% á milli ára. Talsverður áhugi hefur verið á tilraunaverkefni borgarinnar. Háskólanemar hafa fjallað verkefni í styttri og lengri ritgerðum. Þessa stundin meistaranemi í mannauðsstjórnun að vinna að lokaverkefni sínu sem fjallar upplifun og viðhorf stjórnenda til styttingar vinnuvikunar. Það margir sem hafa haft samband vegna tilraunaverkefnisins. Það var síðast í gær sem ég hitti 3 meistaranemi í hagfræði sem að vinna kostnaðar- og ábatagreiningu sem snýr að tilraunaverkefni okkar. Þáttur sem mikilvægt að rýna. Í september lauk vinnu við verkefni sem laut styrk nýsköpunarsjóðs námsmanna á grunni samstarfs Reykjavíkurborgar og MARK, miðstöðvar margbreytileika og kynjarannsókna við Háskóla Íslands. Það verkefni byggir á 14 viðtölum sem tekin voru í sumar við stjórnendur og starfsmenn á þeim starfsstöðum sem hluti af verkefninu. Niðurstöður þessa verkefnis benda með afgerandi hætti til jákvæðra áhrifa styttingar vinnuvikunar á starfsfólk borgarinnar. Þá í undirbúningi rannsókn sem mun byggja á samstarfi Reykjavíkurborgar og skólafólks sem starfar við Háskólann á Akureyri. Sú rannsókn, henni ætlað að snúa upplifun og reynslu starfsfólks af verkefninu með sérstakri áherslu á samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. BSRB mun að öllum líkindum standa að þeirri rannsókn með okkur með Reykjavíkurborg. Þá umtalsverður áhugi innan borgarkerfisins á styttingarverkefninu. Margir starfsstaðir og starfsmenn hafa sýnt verkefninu áhuga og vilja gjarnan taka þátt. Áhugin til að mynda mikill á velferðarsviði, auk leikskólahluta, skóla og frístundasviðs, auk annarra starfsstaða. Það var mat okkar sem setjum í stýrihópnum að niðurstöðurnar væru almennt afar jákvæðar og töldum við mikilvægt að þróa tilraunaverkefni áfram þegar fyrsta áfanga þessu var að ljúka. Stýrihópurinn taldi mikilvægt að kanna með markvissum hætti hvort að styttri vinnuvika hafi jákvæð áhrif á mönnun starfsstaða sem glíma við manneklu í dag. Vísbendingar að vinnufyrirkomulagið hafi jákvæð áhrif þegar kemur að fjölda umsókna laus störf og þegar kemur að ráningu í laus störf á starfsstöðum sem eru undirmannaðir. Stýrihópurinn taldi brýnt að mæla áfram áhrif til lengri tíma þar sem hætta á að langtíma áhrif kunna verða önnur en niðurstöður benda nú til. Hér meðal annars horft til andlegs og líkamlegs álags, starfsánægju, starfsanda, samræmingu, vinnu og einkalífs auk veikindafjarvista. Þá taldi stýrihópurinn mikilvægt að fá inn fleiri starfsstaði til að meta heildaráhrifin enn betur. Ljóst að tilraunaverkefni á einum leikskóla af rúmlega 60 borgarreknum leikskólum gefur ekki nægilega góða mynd af því hvaða áhrif stytting vinnuvikunar hefur á leikskólaumhverfið, þó tilraunin á leikskólanum Hofi gefur til kynna jákvæð áhrif. Sömu sögu má segja á Laugardalslaug sem ákveðið var að draga úr verkefninu eftir 6 mánuði eftir að vankantar kom í ljós á útfærslu verkefnisins og áhuga starfsmanna á þeirri starfsstöð. Fyrirliggur áhugi forstöðumanns Laugarinnar og stjórnenda á íþrótta- og tómstundasviði að þróa hugmyndina og sníða af vankanta og koma inn að nýju. Auk þess á eftir að reyna styttinguna á starfsstöðum þar sem vinnufyrirkomulagið annað en á þeim starfsstöðum sem nú taka þátt og meta árangurinn. Með því að opna fyrir umsóknir má búast við að ólíkir starfsstaðir sækjum þátttöku sem gefur þá betri vitneskju á hvaða vinnustöðum styttingin kemur vel út. Stýrihópurinn lagði til við borgarráð fyrr í mánuðinum að annar áfangi tilraunaverkefnis Reykjavíkurborgar styttingu vinnuvikunar hefjist 11. febrúar 2018. Þar sem við opnum fyrir þátttöku og óskum eftir umsóknum. Borgarráð samþykkti tillöguna einróma. Þeim stöðum sem telja sig þurfa lengri undirbúningstíma mun gefast kostur á innkomi í verkefnið 11. mars og 11. apríl 2018. Áður munu starfsstöðum borgarinnar sem hafa þá eiginleika sem lýst hér ofan bjóða sem fyrr segir að sækjum þátttöku þar sem fyrir liggi meðal annars rökstuðningur fyrir aðild að tilraunaverkefninu, væntanleg útfærsla og undirbúningsáætlun viðkomandi starfsstaða. Yfirmenn móti umsóknir í samstarfi við starfsmenn og leggi til útfærslu þar sem styttingin getur orðið alltaf 3 klukkustundir á viku. Gert ráð fyrir að allt starfsfólk sem ráðið á föst mánaðarlaun geti tekið þátt í verkefninu. Starfsfólk í hlutastörfum fá hlutfallslega styttingu á vinnutímanum í samræmi við þátttöku annarra á vinnustaðnum. Tilraunatímabilið stendur til 31. ágúst 2019 en stefnt að því að búið verða að safna öllum gögnum og að lögð verði fram skýrsla verkefni hún kynnt forystu stéttarfélagana í apríl 2019. Búin að fara hérna yfir markmiðin, viðmið við val á starfsstöðum.
Markmiðið að kanna hvort stytting vinnuviku leiði til gagnkvæms ávinning starfsmanna á viðkomandi starfsstaða. Við mat á umsóknum verða eftirfarandi viðmið höfð til hliðsjónar. Að starfsstaður móti tillögu að útfærslu styttri vinnuviku auk undirbúningsáætlan fyrir viðkomandi starfsstað. Ég var svo sem búin að fara yfir þetta. Og þessi gert í samtali stjórnenda og almenna starfsmanna. Að vinnufyrirkomulag starfsstaða sé ýmist vaktavinna eða dagvinna, að rof verði ekki á þjónustu veitingu og að lokum að starfsstaður standist rýningu viðkomandi sviðs borgarinnar hvað mönnun og nauðsynlega þjónustu veitingur varðar. Frú forseti. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að þáverandi borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lagði fram tillögu hér í borgarstjórn í lok síðasta kjörtímabils að Reykjavíkurborg setti tilraunaverkefni styttri vinnuviku að stað. Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og allt frá þeirri afgreiðslu hefur pólitíkin sameinast tilraunaverkefnið og samþykkt þær tillögur sem lagðar hafa verið fram í borgarráði samhljóða. Og það ákaflega mikilvægt þegar stórt samfélagsmál eins og þetta að ræða. Ég vona framhald verða því góða samstarfi og þeirri sátt sem ríkt hefur tilraunaverkefnið á vettvangi borgarstjórnar. Við sem komum að tilraunaverkefninu erum mjög spennt fyrir nýja áfanganum. Hann markar ákveðin tímamót því nú opnum við verkefnið ansi hraustlega og óskum eftir umsóknum frá starfsfólki borgarinnar. Starfsstaðirnir eru æði margir og leið eru þeir ólíkir hvað verkefnin og þjónustuna varðar. Fjölda starfsmanna og samsetningu þeirra. Það verður því spennandi að sjá hvaða starfsstaðir sækja þátttöku og enn frekar að sjá hvaða áhrif styttri vinnuvika hefur á þessa starfsstaði. Áður en ég lýk máli mínu vil ég þakka stýrihópnum fyrir samvinnuna og ekki síst öllu því frábæra starfsfólki sem hefur komið að tilraunaverkefninu undanfarin 2 ár. Þáttakendur og stjórnendur þátttökustaðanna en sömuleiðis yfirstjórn borgarinnar, borgarlögmanni fyrir uppbyggilegar ábendingar að undanförnu, Ragnhildi Ísaksdóttur, starfsmannastjóra sem hefur tekið þátt í undirbúningi fyrir nýja áfangan af miklum krafti og síðan ekki síst Hörpu Hrund Bensen á miðlægri mannauðsdeild hér í Ráðhúsinu sem hefur starfað þétt með stýrihópnum frá því að verkefnið hófst vorið 2015 og haldið utan ýmsa tölfræðivinnu. Það er ómetanlegt að starfa með svo öflugu fólki. Ég og við í stýrihópnum munum auðvitað þurfa að treysta þennan góða hóp áfram nú þegar annar áfangi hefst og ég er leið fullviss að samstarfi verði sem fyrr ákaflega gott. Takk fyrir mig. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Már Guðmundssoni fyrir að koma hér upp og mæla fyrir þessar ágætu tillögu. Það sem mér fýsir kannski að vita og spurning hvort að hann hafi svör við að við tökum ákvörðun það, en hvaða skilyrði það eru sett nákvæmlega fyrir stjórnendur til að taka þátt í þessu verkefni núna í öðrum áfanga. Og hvort það hafi verið rætt það að samhliða því að eina kröfunum séu til dæmis takmörkun notkun starfsmanna á samfélagsmiðlum á vinnutíma og má það nefna og feta í fótspor margra vinnustaða sem eru farnir að takmarka aðgengi starfsmanna í hádeginu, það kannski að Facebook, Twitter og persónulegu bloggi og öðru slíku. Takk fyrir. Frú forseti, þakka borgarfulltrúanum fyrir fyrirspurnina. Vil vekja athygli á því að þetta er bara umræða sem við erum hér í. Tillagan var samþykkt í borgarráði fyrr í mánuðinum. En spurningin varðandi viðmiðin sem höfð eru og meðal annars að þetta sé mótað og útfærslan sé tekin í samtali stjórnenda og starfsmanna. Það sem menn og konur móta sér þá svona stefnu eða vinnulag hvernig þeir ætla að taka á því og það hefur verið gert hingað til á þessum starfsstöðum sem taka þátt og menn hafa farið svona rýningu hverjum á sleppa sem hefur verið mismunandi á starfsstöðunum. Einu starfsstað að fara í tímastjórnun og námskeið. Þetta sem þú nefndir varðandi Facebook-notkun sem er þetta væntanlega mjög mismunandi eftir starfsstöðum. Sumir starfsmenn hafa þetta engan möguleika á því að eru hvorki tölvutengdir eða með síma og svo framvegis. Það ekki það til dæmis bara af leikskóla, þar sem starfsfólk
allan að ég þekki til almennt ekki mikið í símanum. En það svona hluti af þessu samtali sem starfsmenn eiga til þess, í aðdraganda þess að koma inn í verkefnið og getur verið með margbreytilegum hætti hvernig, hvað ákveðið að reyna að ná styttingu og hagræði. Ég var nú í ágætu viðtali í Kastljósi í gær með starfsmenn úr þjónustumiðstöð borgarinnar sem lýstu þessu þar og meðal annars að því við spjöllum svo mikið fyrir þáttinn en bara hvernig þau hafa bara hagrætt, sé ekki að eyða tíma í óþarfa hluti í upphafi fundar, hvernig þau skáru bara niður svona óþarfa eftir að farið á tíma stjórnunar námskeið og það sem gulrótin styttingin og vera búinn fyrr í þeirra tilviki vera laus fyrir yfir daginn. En ég vona að ná að svara spurningun en til að svara þessu ítarlega. Já, Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Já, frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessi svör og ég bara ítreka það að ég tel einmitt mjög mikilvægt að bæða þessi varðandi tímastjórnunar námskeið en líka varðandi takmörkana þessu þar sem það á við. Sjálfsögðu dæmi með leikskólana og grunnskóla ekki þar sem að áherslan heldur á öðrum stöðum í stjórnsýslunni og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Það annar punktur sem að ég myndi kannski vilja fá svör við eða vangaveltum að það varðandi hvernig áhrif þetta hefur haft á fjölda yfirvinnustunda og vinnustunda með vaktaálagi þar sem það á við. Og í því samhengi þá bendi ég sérstaklega á að í greinargerð fagsviða sem að lagt var fram varðandi fjárhagsáætlunina núna að þá eru rauntölur og lykiltölur í rekstri meðal annars frá ITR þar sem að fjöldi yfirvinnustunda fer rauntölun frá 2015 fara úr 92.000 upp í rauntölu 2016 109.500 og fjöldi vinnustunda með vaktaálagi úr 113.000 í 141.500. Þannig að ég vildi kannski hvort að hafa einhver greining legið þar á bakvað með styttingu vinnuvikunar, hafi einhverju hluta vegna komið inn á einhverju sviðum þá aukið fjöldi yfirvinnustunda eða vinnustunda með vaktaálagi. Og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvari öðru sinni og andsvari öðru sinni svarar Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Borgarstjórn. Þetta hefur rauninu rýnt. Það ekki aukinn kostnaður sem fellur til vegna verkefnisins. Það fylgir ekkert auka fjármagn með. Það rauninu eina sem ég man eftir eins og í barnaverndinni að þar þegar skrifstofan lokuð, þar starfsmaður og bakvakt sem hefur verið helgar og eftir klukkan 4 daginn að hún reynir svo bakvakt byrjar fyrr á föstudögum. Þannig þar liggur aukinn kostnaður sem samt óverulegur. Þannig að það eru vaktavinnu álag, það ekkert greitt, það enga greiðslur sem liggja þar sem tengjast sittingunni. Við erum með greita yfirvinnu inn í ýmsum samningum við starfsmenn borgarinnar. Þar fasta yfirvinnu sem þeim ætlað að skila af sér og það raunir bara í þekki tölur frá þjónustumiðstöðinni þar sem hefur bara verið einhver aukning á því að sú vinna sé unnin á staðnum en það ekki aukning í yfirvinnu þar frekar annar staðar sem voru rekja til verkefnisins. Engar tölur sýnt okkur eitthvað slíkt, enda líka var það uppleggið og hefur verið uppleggið að því fylgir ekki aukinn kostnaður. Já, Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvarin telst lokið og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, rétt að taka þátt í þessari umræðu styttingu vinnuvikunar og þakka málshefjanda borgarfulltrúa Magnúsi Má Guðmundsssyni fyrir hans skilmerkilegu skýrslu úr þeim gögnum sem liggja fyrir eftir hennan fyrsta áfanga í verkefninu. Þetta auðvitað mjög áhugavert og
spennandi mál að bæta vinnuumhverfið hér með því að stytta vinnuvikuna og ég vildi svona rétt hnykkja á nokkrum þáttum sem lúta að kannski þessum málaflokki skóla- og frístundamálunum. Það svo sem bara einn starfsstaður ennþá sem að hefur komið inn í verkefnið á því sviði sem leikskólinn Hof eins og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson kom inn á, en óneitanlega mjög athyglisverðar upplýsingar sem að liggja fyrir þann mikla árangur sem að náðst á þessu tímabili að draga úr veikindafjárvistum starfsmanna og það til mikils að vinna. Það eru mjög miklir fjármunir sem að eru bundnir í veikinda afleysingum í kerfinu hjá okkur, borgarkerfinu öllu og þar með tali á þessu sviði. Við tókum þetta saman á árinu 2015, þá skreið þetta rétt yfir 1000 milljónir á því ári, þar af cirka helmingur, 525 milljónir á leikskóla hlutanum og var áætlað 370 milljónir hefðu verið bundnar í skammtíma veikindum. Þannig að við sjáum það í hend okkar ef að tekst að ná veikindafjárvistum niður. Tala nú ekki ef þær fara niður rúmlega helming, ef að við trúum þessum gögnum, að þá getur ávinningurinn hlaupið á stórum fjárhæðum á hverju ári. Auðvitað þurfa menn að setja ákveðna fyrirvara. Þetta ekki langt tímabil, 8 mánuðir á þessum leikskóla. Það líka hafi í huga að þetta leikskóli sem ekki lenti í verulegri manneklu. Leikskólinn Hof, eins og sumir aðrir leikskólar og það örugglega hefur haft einhver áhrif á möguleika þess leikskóla að taka þátt í verkefninu. En það líka áhugavert sjónarmið sem að kemur fram í þeim gögnum sem við höfum undir höndum í þessari umræðu og kemur fram í skýrslu starfshópsins að þáttaka í styttingunni getur auðvitað verið aðdráttarafl í sjálfu sér. Ef að starfsstaður tekur þátt í verkefni um styttingu vinnuvikunar getur það virkað hvetjandi fyrir til dæmis ungt fólk sem að leita sér að vinnu eða þá sem að eru starfsmenn í þessum geira. Þau sjónarmið hafa hins vegar auðvitað heyrst, þannig að öllu sé haldið til haga að leikskólar sem hafa verið í manneklu að þeir svona geti farið halloka í einhvers konar samkeppni vinnuafl við hinna sem að taka þátt í verkefnum sem slíkum, en þá verkefni okkar auðvitað að tryggja að vinnuumhverfið almennt sé gott. Og það vil ég meina, stærsta verkefni sem að við stöndum frammi fyrir og höfum staðið frammi fyrir allt þetta ár í þessum málaflokki að leita leiða til þess að bæta almennt starfsumhverfið hjá okkar starfsfólki, bæði í leikskólum, grunnskólum og frístund. Og 3 starfshópar eru að störfum sem eru allir langt komnir og eru að skila af sér tillögum á allra næstu vikum í þessu efni. Og þá það verkefnið að fara í gegnum ákveðna forgangsröðun og þeim tillögum og hrinda þeim í framkvæmd sem að þar verða efstar á blaði. En í stuttu máli tek ég bara undir þau orð sem hér hafa komið fram í umræðunni, styð heils hugar tillöguna næsta áfanga þessa verkefnis sem að hefur gengið vel fram að þessu og hefur alla burði til að bæta starfsumhverfið á okkar vinnustöðum út alla borg. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lauk í máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, vissulega hér mjög jákvætt verkefni að ræða og það kemur náttúrulega í ljós í þeirri könnun sem hefur verið gerð að starfsmenn eru ánægðir með þessa styttingu og að veikindadögum fækkar og líðan fólks betri á vinnustaðnum. En mér finnst vantar svolítið inn í þessa umræðu hina hliðina á peningnum. Það að segja þessa þjónustu sem snýr að borgarbúum. Hvort að það hefur verið kannað, samfara því að það var gerð könnun meðal starfsmanna, hvernig þeim litist á þessa styttingu og hvernig hún var að koma út fyrir þá myndi maður vilja sjá hvernig styttingin að svona snerta borgarbúa og þá hef ég sérstaklega í huga þjónustumiðstöðin í Árbæ sem á loka klukkan 3 sem að getur verið afar óhentu fyrir einhverja vegna þess að fólk getur þurft að fara á miðjum degi til þess að sinna sínum erindum í þjónustumiðstöðinni og eins langar mig til að fá upplýsingar það hvort að biðlistar í þeirri þjónustumiðstöð eftir viðtölum hafi lengst. Ég held að við verðum að skoða heildarmyndina þegar við erum að skoða styttingu vinnutímans. Það ekki nóg að við skoðum bara það sem snýr að starfsmönnunum. Við þurfum að skoða líka það sem snýr að borgarbúum
sem að þurfa á þjónustu að halda hjá þeim starfsstöðum sem hafa styrst. Og í lokin þá langar mig að spyrja Skúla Helgason, borgarfulltrúa, að því að nefndi mannekluna. Þetta getur verið hvetjandi fyrir fólk að sækja vinnu á þeim starfsstöðum þar sem vinnutíminn hefur verið styttur. Af hverju þegar lá fyrir að það er mikil mannekla í leikskólum, af hverju var þá ekki brugðið á það ráð að gera tilraunir í fleiri leikskólum en bara einum? Og Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvar að svara Skúli Þór Helgason. Og bæði eru þau borgarfulltrúar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér kemur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, með margar ágæta fyrirspurnir, en ég er nú ekki rétti maður til að svara þeim, hafandi ekki tekið þátt í þessari vinnu starfshópsins, en vona að Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, geti komið hér upp þá í kjölfarið og svara þeim að einhverju leyti. Enda er hann maðurinn sem að þekkir það langbest hér í salnum. Það er Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Skúla Helgasyni, borgarfulltrúa, fyrir svar hans, en spurning hans sneri kannski einkum að leikskólunum. Ég gerði fastlega ráð fyrir því að Magnús Már, borgarfulltrúi, myndi svara öðru sem að snýra þessari könnun varðandi borgarbúa, og ég held að við hafi séð það ekki bígert að gera könnun, þá held ég að við ættum að undirbúa það að það verði gerð almenn könnun meðal borgarbúa hvað varðar það hvernig þeim lýst á þjónustuna eftir breytingu og styttingu vinnutímans. Það er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvar telst lokið. Og næst tekur til máls Eva Einarsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, kæra borgarstjórn, finnst einhvern veginn eins og ég þeirra aðeins að leggja orð í belg. Ég man vel þegar fyrrum borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir flutti tillögu þessa efnis að fara í tilraunaverkefni að skoða styttingu vinnuviku á síðasta kjörtímabili, og mér fannst það mjög svo góð hugmynd. Eins og margir vita hef ég oft verið tengd við þið ágæta land Svíþjóð, og það er mjög langt síðan að fólk byrjaði þar að ræða allavega 6 tíma vinnudag og svo framvegis, og á 1. maí sér maður ósjaldan fólk, eða sá maður ósjaldan fólk fyrir 10-15 árum með spjöld þess efnis, og ég viðurkenni reyndar að þá man ég alltaf að mér fannst það pínuskrítið, ég hafði bara ekki hugsað þetta lengra, en ég er virkilega fegin að við höfum stigið þetta skref, stolt af þessari vinnu sem við höfum farið fram, og það var virkilega gaman að horfa á borgarfulltrúa Magnús Már Guðmundsson í sjónvarpinu í gær, þar sem hann fór vel yfir þetta í Kastljósi, ásamt að ég held að það var forstöðumaður þjónustumiðstöðvar Árbæjar, og mér fannst þau fara mjög vel yfir þetta, og í rauninni að mínum mati finnst mér niðurstöður jafnvel betri en við máttum eiga von á. Þannig að það er virkilega gleðilegt að borgaráð hafi nýlega samþykkt að fara í annan fasa af þessu verkefni. Ég held að við getum verið stolt að horfa á það að ég myndi segja að ríkisstofnunir séu nú að horfa til okkar að sjá hvernig til hefur gengið. Fiskistofa, ef ég man rétt, er að byrja í þessa áttina og fleiri. Þannig að þetta er að sýna það að samfélagið okkar þarf á þessu að halda. Vissulega, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir varpar alveg upp góðri spurningu varðandi leikskólana, að þeir eru fjöldamargir. Af hverju við fórum bara að stað með einn, og kannski Magnús Már Guðmundsson svarið því eitthvað betur á eftir, en ég veit að leikskólarnir eru mjög til í að fara áfram, að það eru fleiri núna til, kannski voru ekkert allir alveg tilbúnir, og stundu það maður að byrja einhvers staðar til að fleiri hoppa á vagnin, eins og maður segir. Ég sit í hóp fyrir bætt starfsumhverfi leikskólastarfsfólks í Reykjavík, og þar kemur þetta fram. Eins átti ég í síðustu viku fund með fulltrúum frá VIRK, og flestir þekkja væntanlega til VIRK endurhæfingar, vinnuendurhæfingar, og þar töluðu tvær stöllur þaðan að einmitt styttri vinnuvika væri eitthvað sem virkilega þurfa að skoða
nú þegar við horfum til þessi umhverfi sem að leikskólastarfsfólk býr við og jafnvel í grunnskólum, en það virðist vera að það starfsfólk, háskólamenntað starfsfólk sem að kemur hvað mest til virk einmitt með kennaramenntun. Þannig að þetta mjög mikilvægt að við sem að skoða hvernig við förum í þessu skref. En já, mér fannst bara mikilvægt að koma upp og þakka Magnúsi Már Guðmundsssyni og hans fólki fyrir frábæra vinnu og það verið spennandi að fylgjast með öðrum áfanga. Nú Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Já, við erum að taka jákvæð skrefi sem ég hef átt sæti í þessum stýrihóp frá upphafi og mér nú fundist þetta bara eðlileg framvinda sem við erum í. Þetta hefur gerst í þessu að vinnustaðir eins og Laugardalslaug hefur fann það út allavega eins og staðan var þá og er núna, að það hentaði þeim ekki að fara í þetta. En flestir vinnustaðar held ég að meti það þannig að þetta sé hægt og þetta sé framkvæmanlegt. Og það er auðvitað margt sem þarf að gera til þess að sé framkvæmanlegt. Það þarf að tryggja það að þjónusta versni ekki við borgarbúa og við höfum auðvitað líka leitað eftir því í þessari vinnu að svo sé ekki. Og það þarf líka svona að hugsa hlutin upp á nýtt eins og borgarfulltrúi Magnús Már kom hérna inn á áðan og það hefur auðvitað reynst gagnlegt að vera með svona tímastjórnunarnámskeið og hugsa hlutin upp á nýtt, jafnvel að fækka fundum á vinnustöðum og svoleiðis hlutum. Og það stemmir alveg til dæmis við það sem að til dæmis grunnskólakennarar hafa verið bara kallað eftir í kjarasamningum að hvernig sé hægt einmitt að fækka fundum og minnka skriffinsku og svoleiðis hluti sem að við erum kannski búin bara í svona dagsins önn svolítið að vinda upp á. Það gefst gott tækifæri til að vinda ofan að því ef að við finnum óþarfa innanum í því eins og til dæmis oflanga fundi, ofmarga fundi eða einhvað slíkt. Mér langar þess að rifja upp í þessu samhengi að ég hef verið mjög jákvæður fyrir þessu verkefni. Ég tel að líka mikilvægt að ríki sé að gera tilraunir núna og við auðvitað höfum líka horft til annarra landa eins og til dæmis Svíþjóðar. En þetta er tilraunaverkefni. Þetta er tilraunaverkefni og því lýkur 31. ágúst 2019. Nú eiga eftir að koma inn alveg örugglega töluvert margir vinnustæðir inn í þennan annan áfanga. Og ef að þeir vinnustæðir sem eru núna í tilraunaverkefni vilja halda áfram þá verður það bara að sækja aftur. En hvað gerist eftir 31. ágúst 2019? Það er svona þegar að tilraunaverkefnin lýkur, það verður svolítið, hvað tekur við? Það er það sem að mér hefur alltaf fundið svo umhugsunarvert, að þegar tilraunaverkefnin lýkur, hver er þá staðan á þeim vinnustöðum? Hvernig líður fólki með það að hætta þessu og fara aftur bara í gamla kerfið? Vegna þess að framtíðin í þessu er auðvitað svo að ef við ætlum að halda okkur við það að vera með styttri vinnuviku heldur en skilgreint í dag í kjarasamningum, þá þarf að gerast í gegnum kjarasamninga. Það er framtíðin í þessu og við auðvitað heyrum það frá samningsaðilum okkar hinum með borðið að það er mikill áhugi fyrir í þeim megin. En þá rifjast upp að við heldum hér opin fund þetta og aðstofaframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins kom og hann hafði mjög miklar áhyggjur af þessu, hafði mjög miklar áhyggjur af því að þetta myndi verða svo kostnaðarsamt að við myndum sem samfélag illa ráða við það. En það er auðvitað ekki þannig ef okkur tekst að auka framleiðni eins og okkur finnst í rauninni að vinnustaðirnir hafi sýnt fram á í þessu verkefni til þessa að þeir hafi verið að auka framleiðni sína. Ef okkur tekst að auka framleiðnina á móti þessu þá auðvitað erum við bara á fínum staði í þessu máli og auðvitað miklu betri staðin í dag ef við getum virkilega stytt vinnutíman vegna þess að styttri vinnutími eykur lífsgæði.
Þannig að það svona, og það að hafa þá framkvæmt þessa tilraun hér hjá borginni, framkvæmt hana hjá ríkinu, náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt innlegg í kjarasamningsviðræður í framtíðinni varðandi þetta. Reyndar kannski svona svona dauflegt hjá mér að segja að aðstofaframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins hafi lýst áhyggjum sínum. Hann kallaði þetta efnahagslegt hryðjuverk og á fundinum og fekk einhverja fyrirsagnir út á það. En þetta auðvitað allt eitthvað sem við þurfum að skoða í samhenginu og ég man líka að aðstofaframkvæmdastjórinn hann talaði það á sem fundi að við værum að skilgreina vinnutíma með öðrum hætti en nágrannaþjóðirnar okkar. Ég þekki það ekki nógu vel. En þetta allt eitthvað sem þetta verkefni sem ég held að sé nú algjör samstæðum, að það auðvitað mun skila okkur svo mikill reynslu inn í þessa framtíðar viðræður að það gott að við erum á þeim stað sem við erum í dag með þetta. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi lóki máli sínu og næstu tekur til máls Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, kem ég hér upp að því að það var hér ýmsum spurningum verið að varpa hérna inn í umræðuna. Ég vona umræðan haldi áfram, það séu fleiri sem vilja taka til máls að því þetta er merkilegt og mikilvægt mála að ræða. Þetta svona það sem við höfum rætt nákvæmlega, eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fór yfir, hvað tekur við þegar þessu verkefni lýkur, að því að það er ljóst að þetta þessi áfangi og þessi dagsning, hún stendur. Við ætlum þessum tíma að vera búin að vinna skýrslu heildaráhrif þá yfir allt verkefnið og koma yfir á stéttarfélögin. Það eru kjarasamningar að losna á þessu tímabili og fram á vorið 2019. Það eru stéttarfélög og heildarsamtök sem að leggja áherslu á styttri vinnuviku, þannig að útspil og þetta verkefni borgarinnar er þá bara innlegg inn í þær viðræður, mikilvægt innlegg, og þetta tilraunaverkefni sem ríkið byrjaði seinasta vor á 4 starfsstöðum sem eru lögreglan á Vestfjörðum, Útlendingastofnun, Þjóðskrá og ríkisskattstjóri held ég að sé. Svo eins og borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir kom inn á, hefur Fiskistofa ákveðið óháð tilraunaverkefni ríkisins að taka upp, vera með sitt eigin tilraunaverkefni þar sem vinnuvikan er stytt 2 klukkustundir á viku og byrjuðu svona í framhaldi á ríkisverkefninu. Allt þetta styður við þessa umræðu og við öflum frekari gagna og þekkingu á þessu. Þetta er nýtt hér, við erum búin að vera með 40 stunda vinnuviku í hátt í 50 ár, 45 ár og það er ekki þannig að það þurfa að vera meitlað í stein að hún eigi alltaf að vera þannig. Aðstæður 1972 voru alltaf aðrar en þær eru nú margt og mikið breytt síðan þá. Það er vissulega þannig að áhyggjur Samtaka atvinnulífsins virðast vera gríðarlega miklar, en það er fyrst og fremst bundnar við þau samtök. Ég hef stundum velt fyrir mér hverra hagsmuna þau gæta, því að samtökin hafa talað gegn því að lágmarkslaun séu færð upp í 300.000 krónur. Þau hafa talað gegn því að fæðingarorlof sé lengt og þau hræðast styttingu vinnuvikunar afskaplega mikið. Hverra hagsmuna eru samtökin að vinna fyrir? Samtök atvinnulífsins, fyrir hvernig atvinnulífið á vinnumarkaðurinn. Ég held að þetta séu, að þegar ég hér á vitnaði í aðstofaframkvæmdastjóra sem hér talaði á ágjöndum málþingi vorið 2016, þar sem að fór lið fyrir lið yfir misskilning 1, misskilning 2 og svo framvegis. Mögulega liggur misskilningurinn hans megin eða þeirra megin. Tölurnar þegar hringt í vinnumarkað og vinnuumhverfi í samanburðarlöndum í Evrópu og Norðurlöndunum, þar eru fengnar frá OECD sem hægri menn, íhaldsmenn og vinstri menn og allir vitna gjarnan í, að því þær eiga að vera samanburðar hæfar. En óháð því segjum að
að aðstofaframkvæmdastjórinn hafi rétt fyrir sér að það sé einhver skekkja þarna. Það er engin rök fyrir því að breyta ekki núverandi kerfi. Akkur ættu við, þegar við nú vitum að jákvæð áhrif eru gríðarlega mikil sem fylgja breytingunni, akkur ættu við ekki að ráðast í breytingar þó að einhverja tölur séu mögulega samanburðartölur á hvernig vinnustundir eru hér og í Svíþjóð er ekki réttar, sem ég held og tel að séu réttar. Þannig að gífuryrðin eru mikil úr þeirri átt en maður verður ekki var við þá umræðu annars staðar frá, heldur miklu frekar að fleiri sé að koma á vagninn sem sýna þessu áhuga, sem styðja þetta. Nú síðast BAM og félag framhaldsskólakennara sem hafa verið að tala fyrir styttingu vinnuvikunnar. Þannig að þetta lofa góðu, því ég held að við séum að taka hér mikilvægt skref, þannig að við munum breyta hér ansi miklu hér svona til framtíðar litið, og þar Reykjavíkurborg að spila stórrullu. Varðandi svona framleiðni og þjónustuna sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á, þá höfum við, þetta svona eftir ólíkir þættir, starfsstæði hvernig við reynum að meta þetta upp á með þjónustuna. Í leikskólanum heldur leikskólinu utanum til dæmis hvort það sé ekki örugglega þannig að leikskólakennarar ná að sinna undirbúningstímum sem eru samningsbundnir og mikilvægur faglegu starfi leikskólans og hlutverki leikskólakennarans. Það foreldrakönnun var lögð fyrir áður en verkefnið hófst eftir að það byrjaði, og ég held örugglega hún verður lögð aftur fyrir núna. Það er sem starfsmannakönnun að fara af stað þessari viku á þessum starfsstöðum sem nú eru inn í verkefninu. Á umhverfis- og skipulagssviði er meðal annars verið hringt í að halda utan ábendingavef Reykjavíkurborgar sem snúa að starfssviði og starfsstöðum sem taka þátt. Þar hefur ekki verið nein aukning eða einhver svona flögg sem gefur til kynna að íbúar upplifi skerta þjónustu. Að velferðarsviði höfum við mikið hringt í hreyfingar í málaskrám. Þær eru, og það sést þegar horft yfir allar þjónustumiðstöðnar, þær eru haldast óbreyttar. Það er þetta mjög mikill fjöldi eftir þjónustumiðstöðum, en þegar við horfum á Árbæ sem hefur tekið það til 2,5 ára, að það er verið að vinna í jafn mörgum málum og áður á færri klukkustundum. Þannig að samkvæmt því má draga það ályktun að ekki bara haldist í horfinu heldur aukist framleiðni á þeirri starfsstöð. Þar var líka, hefur við framkvæmt 2 eða 3 svona útgöngukönnun, þar sem þeir sem þangað að leita inn eru teknir til hliðar í 1 eða 2 mínútur og spurðir nokkra spurninga þjónustuna sem þarna veitt, meðal annars opnunartíman. Hún hefur haldist óbreytt. Það var eftir að könnunin var fyrst eftir breytinguna, þá mátti marka sjá að það væri mögulega óánægja með breyttan opnunartíma, en sem gekk svo tilbaka þegar það var spurt í 3. sinn. Þannig að ég held, eins og með þjónustumiðstöðvarnar, að þar eru þetta fólk í samskiptum gegnum e-mail, gegnum síma. Við erum að fara í rafræna þjónustumiðstöð og færa þjónustuna meira í þá átt. Ég sé fyrir mér alveg og eins og bara hjá mörgum ríkisstofnunum að opnunartíminn er oft, eins og held að sé á Tryggingastofnun séu 6 tímar á dag, en þar vinnur fólk meira en 6 tíma á dag. Að opnunartíminn einn og sér segir ekki alltaf allt, þó að og já, ég held að sé fínt að ræða þau máli mitt, sko. Hvað við viljum, að því við getum líka, ef við viljum vera með fyrirtaksþjónustu, þá getum við haft allan sólarhringinn, eða opna, þannig að fólk getur komið inn, en ég held að sé enginn sem vilja fara í þá átt. Og ég veit að borgarfulltrúinn var ekki að tala fyrir því, þannig ég er ekki að reyna snútur eitthvað slags, bara að því að við hefum verið í þessari umræðu opnunartíman. Laugardagslaug vorum við meðal annars með svona broskallakerfi, þeir eru labbaðar út úr lauginni, svona eins og er í matsalunum hér í Ráðhúsinu og þekkjum víða. Þar engin breyting sem átti sjá. Ég sá margir þeim sem fór í laugina hefði ekki átt að sjá því að það væri stytting vinnuvikuna væri í gangi. Já, ég hef búin að segja frá útgöngukönnun í þjónustumiðstöðinni. Svo hefur við líka, eins og með þjónustumiðstöðina,
það þannig, við hefum það bara frá framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðunar og starfsfólki þar að ef það skipulagður fundur, önnur þjónustumiðstöð eða skólar í hverfinu, að fundurinn þurfa að vera klukkan 3:30 af því að foreldri kemst ekki fyrir þá eða hvernig sem það eða klukkan 5, þá þeir fundir alveg teknir. Starfsfólki hefur þá tekið unni lengur þá daga til þess að veita nákvæmlega þessa mikilvæga þjónustu sem oft að því að skólarnir og kennararnir eru ekki oft lausir fyrir eftir klukkan 2. Þannig að þarna fólk að hreyfa sig með og ekki kassalagað í því, hvernig umgangast vinnutíman. Þannig að fólk bara hjálpast að og það kannski frekar, það breytir eitthvað hvernig þetta á starfsstöðunum, hvernig þetta helst í hendur. Varandi, að því að við ætlum núna að rýna í hvort þetta hjálpi til varandi manneklu á meðal annars starfsstöðum skóla- og frístundasviðs, þá það einn af þessum liðum sem var í tillögunni sem borgarráð samþykkti samhljóða að það væri sá þáttur sem væri rýndur. En það voru upphaflega átt að vera 2 leikskólar en annar þeirra var ekki með mönnun, þannig að hann kom aldrei inn, en það var vissulega áhuga og verið í umræðinu að fjölga leikskólanum en líka þessu umræða sem hefur verið í gangi á sviðinu sem borgarfulltrúinn þekkir að gera störfin meira aðlaðandi og svo framvegis, að þetta kannski mögulega aðeins tafist út af því, en það alveg skýr vilji hjá stýrihópnum og ég veit að formaður skóla- og frístundaráðs hefur verið áhugasamur að fá leikskóla inn, þannig að nú sjáum við fram á það að verði mikill áhugi og það meira, ef ég fæ að stela orðina örlítið lengur, að það fundur á 5. með leikskólastjórum, það sem hefur verið að fara yfir verkefni, það sem leikskólastjóri Hof kynnir árangurinn og ræðir við starfsmenn á mannustöld og svo framvegis og þeir fara yfir árangurinn og svo framvegis, þannig að ég vona því að margir leikskólastjórar og leikskólar sækjum þáttöku núna. Þá Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og síðast að tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu þetta stóra og mikilvæga verkefni, tek undir það að þetta afskaplega spennandi og skiptir miklu máli til framtíðar, en leið vil hrósa starfshópnum fyrir að leggja þetta þannig út að það eru starfsstaðirnir sem móta tillögu að útfærslunni hjá sér í samvinnu við sitt starfsfólk. Þetta unnið út frá hinum praktíska veruleika og þannig að og með augun á þjónustunni þá ekki að vera rof á þjónustuveitingunni og svo fylgjumst við með hvernig ýmsir mælikvarðar þróast og þannig hlýtur þetta eiga að vera. Það má þetta velta fyrir sig eins og einhver hafa gert hér, hvort að megi meta svona víðari og fleiri þætti, jafnvel sem að liggja utan starfsstaðarins og það getur verið áhugavert, þó það sé kannski ekki alveg innan ramma þessa verkefnis, en ég held að við erum auðvitað að tala mál sem að snertir allt samfélagið og hvernig við lifum lífinu og hversu margar vinnustundum við verjum í vinnunni sem hluti af því lífi og þess vegna hefur þetta alveg gríðarlega margar hliðar. En ég vil bara þakka fyrir þennan áfanga og þessar skýru tillögur að næsta áfanga og spenntur að sjá hversu margir munu sækja og hvernig verkefnum mun vinda fram. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu telst lokið og við göngum næst til 3. liður á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna stofnun stýrihóps vegna deilihúsnæðis í Reykjavík og fyrst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég mæli fyrir tillögu Framsóknar og flugvallavinna að borgarstjórn samþykki að stofna stýrihóp sem kanna möguleika og grundvöll á því úthluta lóðum í Reykjavík sem ætlað eru fyrir deilihúsnæði.
og eins og fram kemur í greinargerðinni ætlunin sú að stýrihópurinn kanni möguleika á grundvöll fyrir því að skipuleggja og úthluta lóðum í Reykjavík fyrir slíkt húsnæði til þess að auka fjölbreytni í húsnæðisvali og auka framboð. Kannaverði, þar að segja stýrihópurinn kanni meðal annars hvernig eignaform gæti verið mögulegt að slíku húsnæði, til dæmis hvort að slíkt húsnæði veri eigu í almenna leigufélaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða, eða séreignarhúsnæði væri að ræða, þar að segja þar sem eignarhald slíks húsnæðis væri sameign þeirra sem það eiga og búa. Stýrihópnum yrði einnig ætlað að kanna hvort að það þyrfti að breyta lögum til þess að gera slíkt húsnæði mögulegt, svo sem þeim reglum sem gilda stofnframlög varðandi lánveitingar til slík húsnæðis. En auðvitað eru það fleiri lög sem kæmu til skoðunar og jafnvel reglugerðir. Hvaða hópar kæmu til greina við búsetu í slíku húsnæði, til dæmis hvort eingöngu yrði miðað við ungt fólk eða fólk á öllum aldri, hvort félagslegt eða almennt leiguhúsnæði væri að ræða og svo framvegis. Það líka bent á það í greinargerðinni að til hliðsjónar væri hægt að horfa til Old Oak byggingarinnar í London sem opnaði vorið 2016, sem hefur vakið athygli víða heim þar sem að búa hundruð ungra Lundúnabúa í hús sem hafa orðið undir húsnæðiskreppunni. Það eru ýmis þjónusta innan þess húsnæðis og einnig væri hægt að líta til þekkingar félagsstofnunar stúdenta við byggingu húsnæðis þar sem sameiginleg aðstaða fyrir hendi fyrir þá sem leigja herbergi eins og borgarfulltrúum kunnugt Og það auðvitað spurning varðandi það að þegar að svona skoðað hvort að við eigum að sitja og bíða eftir því að einhverju utanaðkomandi aðilar óski eftir lóð hjá borginni til þess að fara að byggja slíkt húsnæði eða hvort að það sé ekki bara betra að við byrjum í rauninni að skoða það á undan hvort að þetta sé eitthvað sem okkur líst á. Við vitum það auðvitað að ástandið í húsnæðismálum ekkert sérstaklega gott eins og Leigjendur verja meðaltali 40% ráðstöfunartekna í leigu og eiga erfitt með að safna fyrir útborgun og flestir leigjendur segjast vilja kaupa fasteign. Leigumarkaðurinn auðvitað ekki alveg tilbúinn á Íslandi, þar að segja hann ekki alveg í því formi að það sé kannski eftirsóknarvert að leigja, þó svo það geti orðið það kannski einhvern tímann í framtíðinni. En það auðvitað vandamál hjá mörgum aldurshópum og þá sérstaklega ungu fólki sem á í rauninni ekki þetta eigið fé til þess að eiga fyrir útborgun í íbúð. Og það spurning hvort að svona húsnæði, að ungt fólk, ef við hugsum bara þann hóp, þó svo til að gera fyrir því að það séu fleiri hópar, svona húsnæði sem skoða varðandi fleiri hópa, hvort að þetta væri eftirsóknarvert fyrir einstaklinga, ungt fólk að búa í slíku húsnæði, þó svo það sé vísir að slíku húsnæði hjá félagsstofnun stúdenta og verið að byggja slíkt, að þá þetta ekki allt ungt fólk í námi. Ungt fólk kemur úr námi og þarf þá oft að fara út á almenna leigumarkaðinn, að þetta væri tækifæri og jafnvel lífsstíl það bara fyrir marga. Það kemur til dæmis fram hjá þessum íbúum sem að búa þarna í Old Oak byggingunni að þetta sé félagslega skemmtilegt, þetta sé góð tækifæri fyrir fólk til þess að kynnast, eiga skemmtilegt líf saman og jafnvel kemur fram í þessu auglýsingamyndbandi sem var nú hægt að finna á þessum ekki auglýsinga, heldur svona kynningamyndbandi sem var hægt að finna á mbl.is daginn, að þetta kemur svona víkkaði tengslanets fólks að vera þarna, fólk kynntist fleira fólki, hefði eitthvað að vera og svo framvegis. Þó svo ég sé hrifnust varðandi það að ég teldi að við eins og ég líti á þetta væri hentugt fyrir ungt fólk og þá sérstaklega í svona óhagnaðardrifnu leiguumhverfi, að þá tel ég sér nauðsynlegt að það sé skoðað í rauninni allt það sem mögulega væri hægt að skoða í tengslum við þetta hjá slíkum stýrihópi og það væri jafnvel hægt að hugsa þetta
sko í víðara samhengi, að segjum til dæmis að þetta væri niðurstaðan að opna fyrir þennan möguleika að skipuleggja slíkt húsnæði, hvort við ættum það ekki bara að taka þetta alla leið, þannig að það væri þá jafnvel bara ekki gert ráð fyrir bílastæðum, eða það væri bara deilibílar sem að væru fólk í þessu húsnæði myndi nýta sér, hjól og svo framvegis. Þannig að ég held í rauninni að miðað við það sem að bara nágrannaþjóðir okkar að gera, að þetta sé eitthvað sem að við ættum að skoða, og ég held í rauninni að við ættum ekkert að vera að bíða eftir því að einhverjir komi til okkar eftir kannski einhver x ár eða mánuði og vilji fá úthlutað lóð fyrir slíkt húsnæði, heldur að við séum bara á undan og skoðum í rauninni allar hliðar á slíku. Þannig að ég bara hef gaman að því að heyra hvað þið segið þetta. Takk. Já. Þá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá að þakka fyrir þessi ágætu tillögu og sem að við ætlum bara að taka undir. Það er hluti af húsnæðisáætlun borgarinnar að vinna sérstaklega að markmiðum ódýrari íbúðir, sérstaklega fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Auk þess sem við höfum skilgreint nokkur svæði sem sérstök tilraunasvæði í þessu sambandi. Í fyrsta lagi Ártúnshöfðann, þar sem það er inni í samningunum það. Í öðru lagi Gufunesið og í þriðja lagi Skerjafjörðinn. Það er alveg sjálfsagt að hnykkja á sérstökum áhuga á deililausnum í því sambandi. Það er hópur af störfum undir forystu Hrólfs Jónssonar sem að kortleggja þessi mál og mun auglýsa eftir áhugasömum samstarfsaðilum á næstu vikum og þannig að ég held að það sé kannski eini hluti tillögunnar sem við tökum ekki beinlínis undir að setja sérstakan hóp, heldur að fella þetta að verkefninu ódýrar íbúðir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og ég ætlaði því að leggja til að tillagan yrði samþykkt og vísað inn í þann hóp, starfshópum ódýrar íbúðir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og þá fáum við fljótt og vel inn á borð borgarráðs í raun verkefnisáætlunina hjá þeim sem taki þá mið af þessum áherslum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til máli Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég hingað komin til að taka til máls í þessu merkilega máli og mér finnst þetta frábært tillaga og einhvern veginn í takt við tímana af því að hlutirnir gerast núna mjög hratt í krafti nýrrar samskiptatækni og þó að svona sambýli og samnýting húsnæðis sé eldgamalt form og örugglega verið til jafn lengi og maðurinn hefur verið til, eða allavega frá því maðurinn fór að byggja sér hús að þá eru komnir núna upp svona nýjir tímar í því hvernig nýjir samskiptamiðlar gera þetta allt saman miklu auðveldara og þetta líka nýjir lífshættir og það er líka margt sem að gerast í okkar samfélögum, kannski aðal okkar vestrænu samfélögum, til að mynda það að heimilum þar sem að búa einstaklingar, þeim fjölgar alltaf meira og meira og þannig að það er alltaf fleira og fleira ungt og gamalt sem býr eitt og þá er líka alltaf væntanlega fleira og fleira fólk sem að myndi kannski gjarnan vilja búa með öðrum. Og í rauninni þetta líka orðið dálítið stórt vandamál í stórborgum og kannski smáborgum líka víða heim að það eru þessir einstaklingar í sínu húsnæði stundum sér sniði fyrir bara einn einstakling í einu, það sem sagt einmannaleiki og svo merkilega vill til að í gegnum þessa nýju tölvuvæddu samskiptatækni þá sem sagt orðið miklu auðveldar en áður að koma svona þjónustu upp sem að heitir að deila húsnæði
Og maður þarf ekki að leita lengi, borgarfulltrúinn gat nokkur slík dæmi. Hér á Íslandi eru þetta Félagsstofnun stúdenta sem hefur verið brautryðjandi í þessum málum og það má kannski segja að það sem hefur gerst það að nú eru líka komin fyrirtæki, til dæmis fyrirtæki sem eitt heitir Open Door, eitt heitir We Live, eitt heitir Common. Þetta eru svona sambærileg fyrirtæki og fyrirtæki sem eins og Airbnb eða Drive Now, það að segja fyrirtæki sem skipuleggja deilihúsnæðismarkað og deilibílamarkað. Þannig að þetta á fullum dampi og það má kannski segja það að hér við erum með algengt að kannski ungt fólk sem hefur ekki komist inn á stúdendagarða hefur kannski leigt eitt einbýlishús saman, en það eru þó hús og íbúðir sem hafa ekki verið hannað fyrir þessa tegunda búsetu, og nú eru menn farnir beinlínis eins og Félagsstofnun stúdenta til dæmis að hanna húsnæði. Það sem þá fullt af frekar litlum prívatrýmum en síðan stór sameiginleg rými. Og bæði svona, hvað varðar svona kostnað og félagslega kosti slíks, það augljóslega mjög mikið. Og sumir reyndar vilja ganga svo langt að ég var rekast á það hér að segja að svona heimili eins og við höfum skilið að hinga til séu það bil að verða einhverju leyti úrelt, rétt eins og það sé það bil að verða úrelt að eiga eigin bíl til að komast milli staða, að því húsnæði sé í rauninni fyrst og fremst eins konar þjónusta. Það ákveðin í því að hafa aðgang af húsnæði. Þú þarft skjól, þú þarft að geta sofið einhvers staðar, þú þarft að geta unnið einhvers staðar og svo framvegis. Þannig að það eru örugglega miklar breytingar og mjög spennandi breytingar framundan. Þær eru að gerast núna. Ég hitti arkitekt daginn sem að vinna svona verkefni í Kópavogi. Þannig að það ekki ráðnema í tíma sé tekið. Þannig að ég fagna þessari tillögu og held hún eigi mjög vel heima í þeirri vinnu sem að nú stendur fyrir dyrum. Og það verður bara gaman að sjá hvað kemur út af því. Takk. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lóki máli sínu og næst tekur til máls Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég vildi líka bara koma upp og lýsa ánægju minni með þetta. Manni finnst stundum eitthvað verið að gerast af því maður talar svo mikið það, en ég held að sé alltaf góður bragur á að taka þetta upp sem tillögur og samþykkja til starfshópa. Mér finnst þetta mjög góð hugmynd. Og eins og ég segi, þetta oft verið rætt, maður ræður framtíðina, maður ræður möguleikana, maður ræður lausnir, en það bara flott að fá þetta svona skýrt hérna inn og bara samþykkja þetta og fara með þetta inn. Ég held akkurat að þetta gæti verið stærri hópur heldur en við höldum sem hefði áhuga á svona fyrirkomulagi. Við sjáum það bara víða hvar fólk deila hús. Þetta er ekki bara ungt fólk, þetta líka fólk sem hefur bara takmarkaðan áhuga á því að eyða peningunum sínum í húsnæði. Og síðan var mjög skemmtilegur hugmyndi sem komið frá hóp sem vann undir stefnunni, undir reglífinni hæg breytilátt, og þau kynntu fyrir okkur möguleikann á deilihúsnæði framtíðarinnar, þar sem þú gætir líka bætt við herbyggi. Það að segja til að mynda með fólk sem með skipt forræði, og þar standa barnaherbyggin tóm helmingin af tímanum, og þá bauð húsnæði framtíðarinnar eins og þau sögðu það fyrir sér upp á það að þú gæti leigt herbyggi hluta af tímanum þegar að fjölskyldan, þá daga sem fjölskyldan stækkaði. En mér finnst það bara frábært og bara fín áminning það að við þurfum bara að halda áfram að dæla inn progressívum hugmyndum og nota þennan vettvang til þess.
Takk. Þá Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, mér líst vel á að vísa þessari tillögu inn í þessa vinnu sem að borgarstjóri minntist á, en ég náði ekki alveg. Það ekki bara eingöngu fyrir þá ungt fólk, svo vinna. Ódýrar íbúðir, ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þannig að það gæti fallið þar undir þó svo að verið sig að skoða fyrir aðra aldurshópa líka. Flott. Það nefnilega eins og Kristín Soffía sagði að það oft sem að það tekur stundum tíma að segja hlutina þó svo að sé búið að vera í haustnum og fólki í mörg ár. Og þegar ég einmitt sá þessa grein á mbl.is þetta deilihúsnæði þarna í London, að þá hugsaði byrju, af hverju höfum við ekki rætt þetta? Af hverju höfum við ekki lagt fram tillögu í rauninni þetta? Af því þetta í rauninni eitthvað sem að sniðugt, þetta ódýrt og þetta alveg örugglega til ákveðin markhópur fyrir þetta. Og ég fór akkurat að hugsa þegar ég sá þessa grein að fyrir rúmum 20 árum síðan þá einmitt sagði ég við eina vinkonu minni, ég skil ekki okkur það ekki íbúðir til sölu sem spegla hver aðra og það bara eldhús í miðjunni. Af því það þurfi ekkert allir eldhús. Til hvers hafa 2 eldhús í íbúð hlið við hlið þegar það nota mjög lítið. Þannig ég held að sé einmitt tækifæri og í rauninni markaðu fyrir því að fara að hugsa húsnæðisformið einhvern veginn öðruvísi heldur en þetta típiska húsnæðisform sem við þekkjum sem hefur verið. Og einmitt þetta eins og sagt varðandi þessa byggingu að þetta tengslanett og þetta félagslíf og komið veg fyrir þessa félagslíf einangrun sem að náttúrulega kannski svolítið mikil hætta á einmitt núna út af öllu þessu tækniframförum sem og fólk svolítið eitt í símanum og tölvunni sinni og á samfélagsmiðlunum í staðinn kannski fyrir að vera í samskipti við fólk eins og var áður. Þannig að ég bara fagna því og bara endilega bara inn með þessa tillögu í þetta sem borgarstjóri vísaði til. Það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og við þurfum að ganga til atkvæðagreiðslu það að vísa tillögu, samþekkja tillöguna og vísa henni í umræddan starfshóp og það vantar borgarfulltrúa. Vantar 2 borgarfulltrúa inn í salinn. Vil ég biðja borgarfulltrúa að gangi inn í salinn. Já, hér ganga borgarfulltrúa inn í salinn. Þá greiðum við atkvæði tillöguna, þau ykkur sem að samþykkið tillöguna og málsmeðferð. Gefumerki, hún einróma samþykkt. Þá þurfum við að kjósa í velferðarráð og lagt til að Elín Oddný Sigurðardóttir verði formaður í velferðarráði í stað Ilmar Kristjánsdóttur. Þau ykkur sem samþykki það gefumerki. Það samþykkt með 14 greiddum atkvæðum og 1 hjásetu. Og þá göngum við til 5. liðar á dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 27. október, fundargerð borgarráðs frá 28. október, fundargerð borgarráðs frá 9. nóvember, fundargerð borgarráðs frá 16. nóvember. Enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að gera hér að umfjöllunarefni fundargerð borgarráðs frá 16. nóvember. Þar var afgreidd tillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna varðandi deiliskipulag eða tillögu breytingu á deiliskipulagi sem varðar Víkurkirkjugarð hér í miðbænum steinsnar frá okkur
Það er ekki í fyrsta sinn sem þetta mál er til umræðu, hvorki hér á þessum fundinni í borgarráði og það er greinlegt að meirihlutin hefur mikinn áhuga á því að keyra þetta en hratt í gegn þessa breytingu eins og hægt er svo það verið hægt að hefjast þarna handa við byggingaframkvæmdir. Nú við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar líka við höfum hvatt til þess að menn fari sér þarna hægt og gerðum ákveðin fyrirvara við samþykkt skipulags á sínu tíma árið 2013 varðandi raddir sem þá þegar voru komnar fram að Víkurkirkjugarður væri þarna undir byggingareitnum og töldum að óskum eftir það er skoðað nánar. Nú síðan kom í ljós að hann er þar, við höfum rætt þessi mál áður og kannski óþarf að vera að fara yfir það og höfum ekki tíma til að fara yfir það í smáatriðum. En við höfum lagt áherslu á að málsmeðferðin verði sem vönduðust og þetta var til umræðu á þessum borgarráðsfundi en var síðan frestað. En tillaga frá okkur og Framsókn var hins vegar felld í þessu máli og hún hljómaði svo tillagan með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina leggja á enn og aftur til að fulltrúi þess hóps fræðimanna sem telur að menningarlegt stórslys muni hljótast af því að byggja stórhýsi í Víkurkirkjugarði fá að kynna sjónarmið sín fyrir borgarráði. Óskað er eftir því að slík kynning fari fram áður en fyrirliggjandi deiliskipulagstillaga varðandi lóðina verið tekið til afgreiðslu. Þetta mál á sér á forsögu, rúmlega ársgamla forsögu, þá kom fræðimaður á fundu og stjórnandi fornleifarannsóknar á fundu borgarráðs og kynnti máli frá sínu sjónarhóli séð. Það er alveg ljóst að fólk sér þetta mál frá ólíkum sjónarhóli og greinlegt að sá fræðimaður sem kom í borgarráð, hann telur í lagi að þarna sé byggt. Það er hins vegar aðrir fræðimenn sem eru ósammála þeirri skoðun og sérstakur hópur sem kallar sig varðmenn Víkurgarðs. Þeir hafa þar sem eru til dæmis fyrirverandi þjóðminjavörður, höfundur Dómkirkjunnar og einn helsti sérfræðingur, prófessor einn helsti sérfræðingur okkar í miðaldasögu Íslands, skipa þennan hóp og hann hefur mótmælt þessi í ræðu og riti og við höfum óskað eftir því, það er meira en ár síðan, 1,5 ár síðan sennilega, síðan við óskum eftir því við sjálfstæðismenn að þessi hópur fengi að senda fulltrúa sinn á fund borgarráðs til þess að kynna sín sjónarmið. Og ég vil segja meira hlutan það til hrós að hann hefur, fulltrúar hans tóku, að minnsta kosti framan af, tóku vel í þá ósk okkar, töldu sjálfsagt að verða við henni, en það hefur hins vegar ekkert orðið endir. Og þetta kom til tals á þessum fundi í síðustu viku og þá fluttu þessa tillögu sem var felld, þar sem við óskum eftir því að þessi fræðimenn fengi að koma á fundin og kynna þetta betur fyrir borgarfulltrúum og borgarráðsmönnum vegna þess að ég tel að það megi svo gjarnan kynna máli betur en hefur verið gert og kynna fleiri sjónarmið heldur en það sem borgarráðsmenn hafa fengið mesta kynningu á. Nú það er skemmst frá því að segja að á fundinum þá að menn höfnuðu þessum röksemdum okkar og felldu tillöguna og fullyrtu sem sagt og meirihlutin fullyrt í bókun að fulltrúa úr þessum hópi sem gagnrýnt hafa fyrir hugaða uppbyggingu á reitnum hefði verið boðið á fund borgarráðs 7. september til að viðra sín sjónarmið. Það var jafnvel haldið fram að fulltrúum meirihlutans á fundinum að þessi fulltrúi hefði fengið algjörlega jafnt tækifæri og fulltrúi þeirra sem vilja byggja þarna. En eins og segir í bókum meirihlutans þá var ekki fallist á það að ástæða sé til þess að endurtaka slíka kynningu fyrir borgarráð. Nú við mótmæltum því að þessum fulltrúa hefði verið boðið að flytja sambærilega kynningu eins og var haldið fram, það var ekki það að ræða og þarna var bara stál í stál orð gegn orði vegna þess að fulltrúa meirihlutans fullyrtu að fulltrúi hópsins hefði verið boðið að halda slíka kynningu og við fullyrtum í gagnstæða. Nú eftir fundin þá aflaði mér meiri upplýsinga málið og þá er sem sagt og ég vil bara upplýsa vinnubröðin hér og þá er sem sagt komið í ljós að þessum fulltrúa sem var boðið á fundin með dagsfyrirvara á fundin 7. september honum var
Honum var boðið ekki af þeirri forsendu, hann náttúrulega fjallum Víkur kirkjugarðsmálið sem slíkt hvort að þetta byggja er ekki, heldur minnisblað hugmyndasamkeppni Víkurgarð. Ég skal bara lesa með leyfi forseta þessa málsgrein úr bréfi sem starfsmaður skrifstofu borgarstjórnar sendi Helga Þorlákssoni, prófessor, fulltrúa hópsins. Og þar segir með leyfi forseta: Borgarráð hefur óskað eftir því að þú komir á fund ráðsins á morgun 7. september kl. 11 þar sem til umfjöllunar verður hjálagt minnisblað hugmyndasamkeppni Víkurgarð til að ræða málið og svara spurningum. Það var sem sagt bara svo sér ljóst, það var á þessum forsendum sem viðkomandi prófessor var fenginn á fundin með dagsfyrirvara. Það sjá þá auðvitað allir að dagsfyrirvari þetta er sent, þetta er sent hérna klukkan 7:30 kvöld 16. nóvember og hann er beðinn að koma morgun eftir klukkan 11. Þetta er nú frekar skammur tími fyrir mann sem þarf að undirbúa glæru kynningu, jafnvel þó að hann sé vanur prófessor. Og auðvitað gerði hann það ekki vegna þess að hann var ekkert beðinn það. Hann var sagt hann að tjá sig minnisblað frá Ólöfu Örvarsdóttur skipulagsstjóra sem er dagsett 7. september. Og þar er ekki rætt það hvort það er byggja en ekki. Það er minnisblað vegna Víkurgarðs vegna væntanlegra hugmyndasamkeppni það mál. Ég vona að þetta sé bara misskilningur vegna þess að það var öðru haldið fram, misskilningur hjá meirihlutanum sem menn eru bara til í að leiðrétta og til að bæta úr því þá vonast ég að meirihlutinn bjóði þessum fulltrúa þar sem hann hefur ekki bóðið síðast að koma og halda sambarilega kynningu og hinn fræðimaðurinn sem sér þetta frá öðrum sjónarhóli hefur tvisvar fengið tækifæri til. Í fyrra skipti fékk sá fræðimaður 45 mínútur sem er svona með lengstu kynningum í borgarráði sem er haldnar og eitthvað 20 mínútur seinna skiptið. Ég held að vera ágætt að bjóða fræðimannum að fá slíka kynningu því ekki hefur hún verið boðið það til þessa. Og ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér þetta mál. Mér finnst þetta mjög slæmt mál ef svo heldur fram sem horfir og það er alveg rétt að þarna í eldra skipulagi það voru þarna uppbyggingar heimildir en það hefur ýmislegt komið í ljós síðan, ekki síst fyrir tilverknað þessara virtu fræðimanna sem hafa bent okkur á að kirkjugarðurinn náði mun austar heldur en kannski áður var talið eða við höfum upplýsingar og það er þá ákveðin forsendubreiting sem ég held að við borgarfulltrúar verðum að skoða og helst að verða þennan kirkjugarð. Það eru fjölmörg álitamál upp í þessu efni og á þessum samanfundi borgarráðs þá óskuðum við sjálfstæðismenn til dæmis eftir og Framsókn og Flugvallavinni líka eftir áliti borgarlögmanns á því hvaða lagaheimildir liggja til grundvallar þessu deiliskipulagi sem kveður á að grafinn verði kjallari í austurhluta Víkurkirkjugarðs og stór hótelbygging reistar þar ofan á. Nú það eru svona ýmis lagaleg álitamál upp í þessu efni og kannski erfitt að fara yfir því hér en ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér málin vel. Nú mig langar einnig til að fjalla hér koma hér örstutt inn á málefni sem var á sama borgarráðsfundi og snertir sjúkrahúsið Vog varðandi tillögu sem við sjálfstæðismenn fluttum fyrir nokkrum árum á vegurinn þar yrði lagfærður. Við fluttum aftur þá tillögu í maí og flytjum hann aftur núna. Hvetjum borgarstjóra til þess að líta á málið þannig að það verði hægt að ákvarða fjárveitingu til verksins á næsta ári og bæta úr. Ég held að við sem öll sammála í borgarráði að bæta þarna úr og það er því miður ekki tekist en við hljótum að vera sammála að það sé hægt að gera þetta og þetta geti verið kærkomin afmælisgjöf til SÁÁ sem á 40 ára afmæli þessi ári. Síðast vil ég síðan fjalla mál sem er hérna í fundargerð 9. nóvember og varðandi framkvæmdir á reit KR við Frostaskjól. Ég ætla bara að lesa upp bókun okkar sem segir alveg okkar hug í þessu máli. Hún er svo hljóðandi með leyfi forseta. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja að farið verði deiliskipulags á svæði KR við Frostaskjól á grunni tillagna sem félagið hefur lagt fram svo unnt sé að ráðast í uppbyggingu íþróttamannvirki þar. KR glímir nú þegar við mikinn aðstöðuvanda og er því frekari uppbygging íþróttamannvirki í Vesturbænum löngu tímabær. Sjálfsagt er að skoða hugmyndir byggingu íbúða og atvinnuhúsnæðis á svæðinu svo fremi að tryggt sé að þar fari vel í umhverfinu og hafi ekki neikvæð áhrif á framtíðarmöguleika KR til að efla enn frekar starfsemi í þágu íþrótta og æskulýðsmála.
Rétt að hafa í huga útliti fyrir mikla þéttingu byggðar í Vesturbænum á næstu árum sem gæti haft í för með sér að íbúum hverfisins fjölgum að minnst kosti 5.500 manns eða 33%. Slík fjölgum er stóruga kröfu til KR og er því mikilvægt að borgaryfirvöld tryggi félaginu nægilegt athafnarými til framtíðar. Jafnframt þarf að ræða hvort eðlilegt sé að hverfisíþróttafélag eins og KR þurfi að ganga á takmarkað athafnasvæði sitt og ráðstafa hluta þess til þetta byggð til að fjármagna eðlilega uppbyggingu íþrótta og mannvirkja. Ég legg áherslu á þessa síðustu setningu. Það alveg ljóst að ef að félag með mjög takmarkað athafnasvæði eins og KR eða forsta þess að félagið fái eðlilega fyrirgreiðslu í uppbyggingamálum að selja frá sér svæði, þá þarf að sjálfsögðu að eiga sér mjög vönduð umræða og hreinskilnisleg hér í borgarstjórn það. Þá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sinu og næst tekur til máls borgarstjóri. Ég voru undan. Hljóma þú. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi koma hér upp aðeins til að fara við þau mál sem að borgarfulltrúin nefndi. Fyrst aðeins varandi landtímareitin og það deiliskipulag sem þar í auglýsingu. Þá varðar það ekkert afmörkun svæðisins eða það hvort það megi byggja að Kirkjustræti eins og mátti skilja borgarfulltrúan. Það heimildir hafa legið fyrir síðan í Kvosaskipulaginu 1987 sem reyndar var samþykkt ef ég skil rétt með nokkrum látum en eitt af því sem var ekki umdeilt í því, samkvæmt því mátti sem rífa fullt af gömlum húsum, en eitt af því sem var ekki gerðar athugasemdir við var að það yrði byggt þarna út í Kirkjustrætið á landtímareit. Þegar að deiliskipulag landtímareits var endurskoðað með í kjölfar skipulagssamkeppni 2013 var þetta heldur ekki eitt af því sem var umdeilt. Þá var safnað miklum undirskriftum undir kjörorðinu Lifi Ingólfstorg og NASA og bæði tókst, bæði markmið náðust, bæði mun Ingólfstorg lifa og NASA og deiliskipulagsbreytingin sem nú í auglýsingu lítur einmitt fyrst og fremst að því að NASA megi endurgera þannig að þar verði hægt að hafa mjög háværa tónleika. Því að þetta verður svona kassi í kassanum, þannig að hljóðið leiði ekki og deiliskipulagsbreytingin sem nú í auglýsingu lítur fyrst og fremst að því. Það var ýmsir látið að liggja að það lúta því að það megi byggja út í Kirkjustræti eða hvað, en nei, það eru byggingaheimildir sem eru á grundvelli Kvosaskipulagsins frá 1987 en breyttust ekki í deiliskipulaginu 2013 og heldur ekki í þeirri tillögu sem nú er til auglýsingar. Það lítur einar að öðru atriði sem eru burðarvirkið í gamla Landssímahúsinu en ekki þessu. Það síðan í hæsta máta óvenjulegt og ég verð að gera athugasemdir við það að borgarfulltrúinn að því virðist vera að reifa hér einhverjar umræður sem farið fram á fundum borgarráðs. Nú satt ég ekki eina borgarráðsfund, geta ekkert vottað hvernig þessar umræður voru, en það þvert á fundarsköp borgarstjórnar að vera að yrkja mönnum upp skoðanir eða vísa í samtöl sem hafa farið fram á fundum borgarráðs og ég ætla að vona að þetta sé ekki byrjun á einhverju slíku að vísa í slík samtöl. Borgarfulltrúinn vék líka að fornleifafræðingi sem eru annast rannsóknir á svæðinu með þeim orðum að vera fulltrúi þeirra sem vilja byggja þarna. Hið rétta er að fulltrúar þeirra sem vilja byggja þarna hefur aldrei verið boðið í borgarráð. Aldrei. Og það í hæsta máta óvenjulegt að athugasemda aðilar sem senda inn ábendingar á skipulagsstigi í alls konar málum sé boðið í borgarráð til að flytja sitt mál eins og þar farið fram einhver málflutningur. Ekki frekar en að tíðkast að boða þá á fund umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að fulltrúan þeirra sem vilja byggja þarna hefur aldrei verið boðið. Hins vegar hefur fornleifafræðingnum sem hefur annast fornleifarannsóknir þarna í umboði minjastofnunar verið boðið til þess að fara yfir niðurstöðu þessara rannsókna og hvar það mál stendur til þess að upplýsa þær, enda eru þær býsna merkilegar. Þetta höfum við líka gert þegar að Alþingi hefur verið að grafa hér og bara sem hlut af því að
að borgarráð sé á hverjum tíma upplýst söguna hér og það var tilefni til þess vegna þess að við vorum að taka ákvörðun það að kaupa Aðalstræti 10 sem elsta húsið í Kvosinni og eitt elsta hús á fastlandi í Reykjavík og ákveða að efna til samkeppni Víkurgarð til þess að lyfta sögunni í miðborg Reykjavíkur. Við höfum stigið raun stærri skref til þess að lyfta þessari sögu og þar með talið niðurstöðum þessara rannsókna heldur en áður hafa verið stigin. Fornleifarannsóknar hafa ekki verið á vegum byggingaraðila heldur á vegum í umsjón og umboði Minjastofnunar sem tók ákvörðun það að þegar komið var niður á kistur að þær voru fjarlægðar til þess að grafa áfram og koma niður á muni úr heiðni. Og okkur býður nú það verkefni í samvinnu meðal annars við Minjastofnun að gera þessum gripum vegsauka og gera það sýnilega á sýningum þróun byggðar í Reykjavík í þessu elsta húsi borgarinnar. En ég vildi fyrst og fremst bara halda því til haga að sú deiliskipulagsbreyting sem í auglýsingu varðar alls ekki það hvort það byggja út í Kirkjusetri. Það eldra deiliskipulag sem að hvað upp úr það og þannig að það verið áratugum saman. Skipulag sem var samið til með miklum látum í tíð Davíðs Oddssonar borgarstjóra. Hugsanlega var Kjartan Magnússon borgarfulltrúi þá orðinn varaborgarfulltrúi, ég veit það ekki, þetta 1987. En það líklega of snöggt meira segja. Varðandi samþykktina reit KR, þá það mál að frumkvæði KR-inga sjálfra sem eiga þarna erfðafestu land. Þannig háttar til fleiri íþróttafélög og Valur dæmi hið sama. Og ég var ánægður með það samstöðu sem að myndaðist það að taka þessum erindum vel og færi þetta samstarf við félagið uppbyggingu í þágu barna og ungmenna í Vesturbæ. Já, borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra og það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, varðandi þau orð borgarstjóra að deiliskipulagsbreytingi núna varði ekki uppbyggingu á Landssímareit, þá það rétt svo langt sem það nær. En hér með nýrri deiliskipulagsbreytingu, þá náttúrulega endurskoðun á þessu skipulagi að ræða. Það alvanalegt að þegar það byggt loksins, þá hvíli margar skipulagsákvarðanir að baki og skipulagi hefur verið breytt fram og aftur. Og það æskilegt auðvitað að þegar að svona breyting gerð, þá séu allir þættir endurskoðaðir. Og ef að það kemur í ljós, ég meina, það var þannig þegar þetta var samið 2013, það var fullyrt við okkur að það stæði ekki til að byggja ofan í kirkjugarðinn. Síðan komum bara fram nýjar upplýsingar frá virtum fræðimönnum sem sýna að það eigi að gera það. Og þá það ákveðin forsendubrestur í mínum huga, vegna þess að við sjálfstæðismenn við bókuðum sérstakann fyrirvarar þetta þegar að skipulagið var samið 2013. Óskuðum eftir að þetta er skoðað nánar sem var gert og leitið þetta í ljós. Þannig að ég segi þegar slíkt kemur í ljós, þá þetta æskilegt að þegar að deiliskipulagsbreytingin er gerð, þá sé reynt að afstýra því slysi sem þarna mun eiga sér stað ef það verður byggt ofan í kirkjugarðinn og í stað þess að festa í sessi. Auðvitað verið að festa þessar hugsanlegu byggingar þarna í sessi ef að nýtt skipulag samþykkt og þessar uppbyggingaheimildir þá já, ég segi ekki staðfestar en festar í sessi. Það verður minnst kosti erfiðara að vinda ofan af þeim en ef við myndum bregðast við hratt og vel sem ég tel að við eigum að gera. Og það alveg rétt, það má vel rétt að hvíla okkur í 30 ára gömlu skipulagi. En við hljótum nú að vera svona nútímalegri hugsunni það að vísa bara í að marg áratuga gömul skipulag tekur sífellt breytingum og það getur einnig gert það í þessu tilviki. Ég vísi algjörlega á bug ásökunum borgarstjóra að ég hafi verið að vitna í einstök ummæli á fundum borgarráðs. Það kom mjög skýrt fram í máli mínu hér áðan að ég var að vitna í bókun meirihlutans, bókun sem meirihlutinn lagði fram og ákveðnar fullyrðingar sem komu fram á fundinum en ég gerði það algjörlega án þess að vitna í einstök ummæli
af þessum lokaða fundi. Þannig að ég fór ekki út fyrir neina reglur hvað það var þar. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvar að svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að bara til þess að skýra hvaða deiliskipulagsbreyting til auglýsingar, þá getum við bara velt fyrir okkur áhrifunum af því að fallast ekki á hana. Þá verður byggt þarna hótel án þess að NASA yrði endurreistur sem almennilegur tónlistarstaður. Það verður nú allur hetjuskapurinn af því að hafna þeirri deiliskipulagsbreytingu sem núna í auglýsingu. Vegna þess að það hægt að sækja byggingarleyfi á grundvelli óbreytts skipulags, ekkert mál. Breytingin sem við erum að auglýsa að auðvelda uppbyggingaraðilum það að hafa NASA þannig úr garði gerður að hann leiði ekki hljóð út frá sér. Þannig að þar sé hægt að vera með rocktónleika. Og það var nú meðal annars það sem var verið að berjast fyrir þegar var verið að mótmæla deiliskipulaginu 2013. Þannig að það verið fróðlegt að sjá hvort einhverjir úr minnihlutanum styðji ekki þessa deiliskipulagsbreytingu. En ég ætla að taka það fram að minnihlutinn í umhverfis- og skipulagsráði, hann studdi þetta heilshugar. Hann studdi þetta heilshugar, þannig að spurningin þá kannski frekar það hvort að Sjálfstæðisflokkurinn klofni í þessu máli eins og svo mörgum öðrum. Því að það hefur verið býsna góð samstaða það að standa vörðum það að NASA geti gengið endurnýjun lífdaga og þarna verði tónleikastaður og það snýst deiliskipulagsbreytingin annað ekki. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veiti Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi deiliskipulagsbreyting varðar ýmsa þætti og margir eru bara í góðu lagi. Meðal annars þeir hlutir sem snúa á NASA, ég held að við getum vel verið sammála um það að styðja það og styðja ýmsa hluti þarna sem eru til bóta frá gamla skipulaginu. Nú svo eru sumir hlutir þarna, þetta eru nokkra breytingar að ræða, svo eru hlutir þarna sem orka tvímælis og aðrir sem eru síðan ekki góðir, eins og þetta með kirkjugarðinn. Nú auðvitað hægt þegar skipulag endurskoðað, það auðvitað hægt að það að maður sé móti einum hlut af mörgum, þýðir ekki að maður sé að móti þessu öllu. Þannig að ég ætla að vona að borgarstjóri fari ekki í þann leik að reyna að dreipa málun á dreif og reyna að halda því fram, reyna að gera upp okkur skoðanir, reyna að halda því fram að við séum að móti öllu því sem felst í þessari breytingu, þó að við séum að móti þessu stóra atriði að það verði hótel byggt þarna og einn forna Víkur kirkjugarð. Og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvar að svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, deiliskipulagsbreytingin varðar alls ekki byggingarreitin, bara ekki neitt, og það engin breyting á honum sem verið auglýsað. Það fyrst og fremst verið að breyta ásýndinni gagnvart Vallastræti til þess að það sé hægt að hafa NASA-salinn hangandi eins og það heitir, og síðan verið að breyta ákvæðum varðandi burðarvirkið í gamla Landssímahúsinu. Þannig að ég heyri ekki betur en að borgarstjórn geti sameinast að samþykkja þessa breytingu, en það varðar hún ekkert byggingarreitin. Það liggur allt saman fyrir skipulagi frá 1987. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og stutta athugasemd gerir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara best að endurtaka hér að þarna eru nokkur atriði undir og það er mjög æskilegt þegar að skipulag endurskoðað að menn reyni að sníða af því vankantana og agnúana, og þarna er mjög stórt atriði sem er það að byggja þarna ofan í kirkjugarðinn sem hefði auðvitað þurft að taka á í þessari endurskoðun. Það má alveg halda því fram að með því að endurskoða ekki þetta atriði sem þarf að endurskoða, þá sé verið að festa uppbyggingarheimildirnar þarna í sessi, og það að við gerum athugasemd við það og höfum flutt hérna tillögur og óska eftir því að það verði tekið á þessu máli þýðir ekki það að við séum að móti öðrum þáttum í breytingunni, til dæmis að snýra NASA. Þetta er eins og mjög stórt mál í okkar huga og það ætti að þurfa að taka á því, eins og meirihlutanum væri í lóga lagið ef hann hefði til þess vilja. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og stutta athugasemd gerir Dagur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn,
okkur þokar nú aðeins, borgarfulltrúinn áttur sig á því það þarf nýja breytingu og önnur atriði sem ekki felast í auglýstri deiliskipulagstillögu til þess að taka á atriðum sem hann að nefna hér. Hann styður byggingu hótels, hann styður endurgerð NASA og ýmislegt annað þarna, en styður bara ekki einhver atriði sem alls ekki hluta því máli sem hér til umfjöllun, sem þessi deiliskipulagsbreyting. Og þetta auðvitað upplýsandi. Jú. Stuttum athugasemdum lokið, það má bjóða þér að fara á mælendaskrá. Já. Forseti ætlar að hleypa næsta ræðu. Já, ég bara að fara sko, Stuttum athugasemdum lokið og næstu tekur til mál Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég kem nú hér upp í raun til að bregðast við því sem að kemur fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar varðandi þessa fundargerð borgarráðs frá 16. nóvember. Það nú reyndar, það eru nokkur atriði, það svona aðeins, ég ætlaði nú að hafa þetta stutt og laggott, en þetta voru svona athyglisverð orðaskipti sem áttu sér hér stað milli borgarfulltrúans og borgarstjóra og það auðvitað athyglisvert að hversu mikil svona mótsögn í málflutningi borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar sem að heldur því fram að hér sé verið að keyra mál af miklu hraða í gegn sem að síðan greinilegt í hans máli fjarri lagi. Málið á sér forsögu til 1987, hann var að samþykkja það, ég veit ekki hver hans aðkoma að málinu var þá, en hann lýsir hér aðkomu sinna að málinu 2013. Hann lýsir hér yfir að það hafi verið ítarlegar kynningar frá fornleifafræðingnum sem að Völu Garðarsdóttur sem að annaðist rannsóknir á byggingarstaðnum fyrir hönd Minjastofnunar. Hún hafi alveg vel látið koma tvisvar með langar kynningar og honum fannst það nú kannski fullvel í lagt að einhverju marki ef að ég skildi mál hans rétt, borgarfulltrúans. Og síðan var einnig nefnt að fulltrúi hóps varðmanna Víkur kirkjugarðs hafi komið á fund borgarráðs. Sá fulltrúi hafi hins vegar ekki fengið allan þann tíma eða ekki þann undirbúningstíma sem hann hefði óskað sér og það auðvitað miður. Og síðan tekur borgarfulltrúi fram að þetta mál sé eins og hann orðað okkur sjálfstæðismönnum gríðarlega mikilvægt en hins vegar þá samþykkja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði málið eins og það lagt upp. Þannig að þetta nú svona ég segi allavega fyrir mína parta, ég nú aðeins ruglaður í þessu og velti fyrir mig hvort það sé hér einhver ágreiningu bara innan Sjálfstæðisflokksins í málinu eða hvað veldur og ég verð að segja, ég held að það sé ekki bara af því að út af þessum hraða sem að borgarfulltrúinn heldur hér fram að það sé verið að keyra málið í gegn á einhverjum ógnar hraða sem að allir sjá sem hafa hlustað á þessar umræður að fjarri lagi að það eru fá mál held ég sem hafa verið fjallað jafn mikið og það sem tengist þessum blessaða landssímareiti og þessi einstaka breyting á deiliskipulaginu borgarstjóri hefur rakið hér mjög vel að hverju hún snýr. Þannig að þetta náttúrulega sérkennilegu málflutningur, svo ekki sé meira sagt. Hins vegar ég var ekki á þessum fundi borgarráðs síðast, þar til afgreiðslu þessi tillaga borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að fulltrúar
hvað heitir félagskapurinn, varðmanna Víkurgarðs fái þarna að koma aftur og með meiri tíma til að undirbúa sig. Hún var felld. Það vissulega svo og það alveg rétt að auðvitað var hérna Helga Þorláksinni, þetta vissulega skammur fyrirvari, hann náttúrulega ekki að koma mjög kaldur að málinu hins vegar og Vala Garðarsdóttir fékk boðun ef mann rétt á þennan fund með sama fyrirvara og það virtist ekki há henni sérstaklega. Ég veit ekki betur en að Helgi hafi grúskað heilmikið í þessu máli og hann kom fram með ýmsar upplýsingar vissulega þarna eða svona sjónarmið sem voru bara mjög athyglisverð og áhugaverð að fá þarna inn og gott að fá hans innlegg í umræðuna. Ég segi fyrir mína part að það sem kom fram í hans máli breytti sjálfur sér ekkert minni afstöðu en enga síður þá finnst mér bara segi fyrir mína parta, mér finnst hérna ekkert að því að endurtaka þetta einu sinni enn og hef sem formaður borgarráðs óskað eftir því að Helgi Þorláksson og Vala Garðarsdóttir verði boðuð enn eina ferðina á fund borgarráðs núna á fimmtudaginn og ég vona þá að sá tími dugi Helga á Völu til að undirbúa sig vel fyrir þessa umræðu og sérstaklega þá að það verði engin misskilningur hjá hvorugum aðila hvað verið að fara að fjalla Ég reyndar varð ekki var við það að það verið ekki komið fram í þeim samskiptum sem ég hef átt við Helga Þorláksson að hann hafi verið einhvern veginn illa áttaður í því hvað var til umræðu þegar hann var boðaður í borgarráð. Vissulega var þarna lagt fram þetta minnisblað hvernig Víkurgarð og hvernig mætti halda sögu hans á lofti með sem bestum hætti en ef svo þá það bara alveg sjálfsagt að bæta úr því og ég held reyndar að svo tillaga sem var felld að fá þessa kynningar einu sinni enn inn í borgarráð hún hafi vel verið felld áður en var tekin afstaða til þess hvort afgreiðslu þessa máls verið frestað þannig að þá sjálfur sér ekki því til fyrirstöðu að fyrst ekki búið að afgreiða að þessir aðilar komið þarna inn eina ferðin enn, það bara fínt. En ég, þannig að við fáum þessar kynningar bara einu sinni enn. Ég ítreka það og vil bara leggja áherslu á það að það auðvitað ómaglegt að leggja málið upp þannig eins og borgarfulltrúinn gerir að sá fornleifafræðingur sem hefur sinnt þarna rannsóknum fyrir hönd Minjastofnunar að hann sé einhver sérstakur að hann vinni þarna í umboði byggingaraðilanna og haldi að það sé einhver skekkja í þessum rannsóknum. Það auðvitað ótrúlega djúpt í árunni tekið hjá borgarfulltrúanum og ég vona að ég sé bara misskilja hans orð. Gef mér bara að það hljóti að vera. En við skulum bara fá þessar kynningar. Málið á dagskrá borgarráðs á fimmtudaginn og ég vona að við getum afgreitt þetta mál sem er búið að vera lengi og í mörgum bútum til afgreiðslu hjá okkur og við erum nú yfirleitt frekar sökuð hér að hlutinni gangi ekki nóg hratt fyrir sig. Ég held að 30 ár sé ágætistími, þannig að við vonandi náum að klára þetta á fimmtudaginn en sjáum hvað þessir aðilar hafa fram að fara. Takk fyrir. Það er Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sem einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er algjörlega með ólíkindum hvað er mikil tregða hér hjá meirihlutanum í Reykjavík, hjá vinstri meirihlutanum í Reykjavík, að vilja
láta öll sjónarmið heyrast í þessu máli. Ég óskaði eftir því í menningar- og ferðamálaráði að fá kynningu á uppbyggingu á Víkurkirkjugarði og á þessum reit og jú, eftir nokkuð tíma þá fengum við kynningu og svo kynning var einhliða. Við fengum Völu Garðarsdóttur á fundinn sem kom með sína kynningu sem var samskonar kynning og var í borgarráði sem ég hafði setið nokkurum vikum áður. En þeir sem hefðu andstæð sjónarmið, þeir fengu ekki að koma á fundinn og fengu ekki að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Hins vegar hef ég rætt við formann menningar- og ferðamálaráðs að við fáum Dr. Helga Þorláksson á fund til okkar. Af því hefur ekki orðið og hins vegar tók hún vel í það og ég vona að hún standi við það að setja þetta mál á dagskrá hjá okkur í menningar- og ferðamálaráði sem eigum að vera fagráðið í þessum málum og eigum að vera upplýst þessi mál. En mér finnst það bara borgarstjórn til háborinnar skammar að reyna að koma í veg fyrir að öll sjónarmið í þessu máli og öll kurl komist til grafar í þessu máli hér inn á vettvangi borgarstjórnar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Sigurbjörn Blöndal, borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Þetta var ákaflega sérkennileg ræða, svo ekki sem meira sagt, og ég velti fyrir mig hvort að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur ekkert verið að hlusta á það sem hefur farið fram hér í sal borgarstjórnar í dag. Vegna þess að hér hefur verið lýst mjög ítarlega að öll sjónarmið hafa heyrst og munu heyrast meira þess að áfram í borgarráði í þessu ákveðna máli. Þess utan það auðvitað svo að hér skipulagsferla að ræða sem að fylgir ákveðnum lögbundum ferlum og athugasemdir. Allir aðilar geta sent inn sínar athugasemdir og það hluti af okkar vinnu að fara yfir þær athugasemdir sem hafa verið sendar inn. Þannig að það að halda því fram og það sé einhver meiri hlutanum hér, vinstri meiri hlutanum, það sagt sem eitthvað skammar þið ekki farið samstarf með þessum vinstri mennum þarna í ríkisstjórninni, að það sé eitthvað sérstakt, að hér sé einhvern veginn verið að reyna að halda einungis einu sjónarmið fram þegar þeir algjörlega öllum augljóst að svo ekki. Og þú þekkir skipulagsferlið vonandi, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, þar senda menn inn athugasemdir, það hluti af gögnum mála, þú hlýtur að vita það, kæri borgarfulltrúi. Þannig að koma hér upp og segja að sé til háborinnar skammar að sé ekki haldnar kynningar sem reyndar þegar búið að halda. Þetta náttúrulega bara svona, ég held að vera að velta fyrir þér ágæti borgarfulltrúi hvernig þú notar svona stórir eins og að hlutir séu til háborinnar skammar. Þetta er bara grín. Þá hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við að svara andsvari og andsvari öðru sinni veitir Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst nú svona betri bragur á því að borgarfulltrúar hér í þessum sal sýni hverjir öðrum kurteisi og háttvísi í umræðum. Ég veit ekki til þess að Björn Blöndal sé minn uppálandi. Ég leyfi mér að ræða þau mál sem ég vil og hafa þær skoðanir á þau málum sem ég vil og hafa þau orð þau mál sem ég vil á þess að bera það undir hann. En ég reyna að gera það að fyllstu kurteisi á þess að vera að hnýta í hann eða með eitthvað skítkast út í það hvaða orðaval hann velur hér í ræðustól borgarstjórnar. Það var tregða, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Það var tregða. Þið felldu tillöguna í borgarráði síðastliðinn fimmtudag það að Dr. Helgi Þorláksson fengi að koma og skýra sitt mál betur. Kynningin, hún var ekki þess eðlis á sínu tíma þegar Dr. Helgi kom ásamt Völu Garðarsdóttur að hann hefði fengið nægjanlegan tíma til þess að skýra sitt mál út fyrir okkur kjörnum fulltrúum. Þess vegna óskuðum við eftir því að fá hann aftur. Þess vegna hef ég óskað eftir því að fá hann í menningar- og ferðamálaráð.
Þá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvar að svara Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nei, ég er ekkert að reyna að ala borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur upp og gerir mér fyllilega grein fyrir því að ég hef ég er ekki foreldri hennar á nokkurn hátt. Hins vegar þá ætti hún kannski aðeins að líti í eigin barm líka, koma hér upp með, ég meina sumir líta á það sem að óbóta skammir þegar einhver lýsir því yfir að eitthvað sem þú gerir sér til háborinnar skammar. Og það getur verið ágætt fyrir borgarfulltrúna að velta bara fyrir sér sínu eigin orðavali líka stundum. Sérstaklega er það sérkennilegt þegar að hinn meinta skömm er bara ekki til staðar. Hafi Helgi Þorláksson ekki talið sig hafa nægan tíma til undirbúnings á sínum tíma, nú þá fær hann annan tækifæri, það er ekkert vandamál. Fyrir utan það, allir þessir aðilar hafa haft á öllum stigum skipulagsferlisins sín tækifæri til að senda inn athugasemdir sem að ég veit ekki betur en þeir hafi gert. Og það er búið að lesa þær, það er búið að fara ágætlega yfir þetta. Það er ekkert sem að hefur komið fram í máli þessara aðila sem allavega breyta minni skoðun á þessu. En það er eitt tækifæri enn, það er ekki vandamálið. Þá er Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörin telst lokið og andsvar veitir Já, þá tekur næstu til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þessu umræðu. Eins og svo oft áður, þá heggur Sigurður Björn Blöndal formaður borgarráðs á hnútinn og tilkynnti það hérna áðan að hann ætlaði að óska eftir því að fulltrúi þessara fræðimanna kæmi á fund borgarráðs næsta fimmtudag. Ég bara fagna því og held að þessi fyrirvari eigi alveg að vera nægur og bara leiðt, hann tók þannig til orða, fá að koma aftur til að ræða þetta mál og fá þessa kynningu aftur. En það var bara að ítreka sem ég sagði fyrir ræðu minni og ég með þann tölupúst í höndunum að þegar að Helgi Þorláksson var fenginn hérna prófessor í þetta skipti í september, þá var hann ekki fenginn til að tjá sig um þetta mál. Þetta er minnisblað sem tekur ekki af því máli í beinlíni sem við erum að ræða um. En það er alltaf lagi, það er bara eðlilegt í okkar starfi að það verið stundum misskilningur og ég bara fagna því að það eigi að gefa kost á smá fræðilegri umræðu um þetta máli því að þetta er svo sannarlega mikilvægt mál. Og skiptir auðvitað máli að í svona mikilvægum málum að við deilum ekki mikið málsmeðferðina, það er bara mjög gott að við getum náð sátt málsmeðferðina hver sem niðurstaða málsins verður síðan. Og það var komið að sína inn á niðurstöður þessar fornleifa rannsóknar og það verður þá bara að halda því til haga að niðurstöður þessara fornleifa rannsóknar liggja ekki fyrir. Kannski ástæða til þess að endurskoða málið þegar það liggja fyrir, en ég hefði samtalið eðlilegt að meðan að það liggja ekki fyrir þá yrðu engar frekari ákvarðanir teknar um málið og þetta deiliskip og þessar byggingaheimildir væntu ekki festar í sessi þegar að skipulagið er endurskoðað með þessum hætti. En það er alveg eðlilegt að menn hafi einhverjar misjafnar skoðanir á því hvernig við förum að þetta skipulag, en ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér málið. Það var rétt sem hér kom fram að þarna hefur verið uppgriptur og það var komið kenningar um það að það séu jafnvel þarna leifar úr heiðinni og finnst mér það mjög merkilegt að það kæmi í ljós að þessi staður, þetta var ekki eingöngu sá kristni kirkjugarður sem við vitum nú að var þarna maldir, heldur að þetta hafi einnig verið heiðin, kannski ef það kemur í ljós, að þarna hafi einnig verið heiðin tilbeiðslustaður. Þá varum við komið með hérna í hjarta borgarinnar tilbeiðslustað tvennra trúarbragða sem myndi gera staðinu auðvitað enn merkilegri heldur en kannski hingað til hefur verið talið. En ég bara fagna því að þessi niðurstaða minnst með kynningu málsins við borgarráði hafi náðst og svo minni ég borgarfulltrúa á það eða segjum frá því að núna klukkan 4 þá heldur þessi hópur sem að vitna til hér áðan, varðmenn, víkurgarðs, ekki vígamenn,
að þeir eru að halda upplýsingafund málið núna í Neskirkju sem hefst klukkan 4 og ég bara hvet sem flesta borgarfulltrúa til að leggja leið sína þangað eftir fundin hér í dag og fræðast á málið. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sín og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Sko, það er náttúrulega ákaflega sérkennilegt að halda því fram að Dr. Helgi Þorláksson hafi einhvern veginn komið algjörlega kaldur að borðinu þegar hann mætti og var boðið til skrafs og ráðagerða spjalls Víkurkirkjugarð og þó ég ætla nú ekki að fara að vitna í einstök atriði sem komu fram á þeim fundi sem að Dr. Helgi mætti á, þá get ég held ég þó sagt hér að honum kom ekkert á óvart sem að þarna var og hann mætti þarna með plögg sem hann lagði fram, teikningar og bréf og ýmislegt, máli sín til stuðnings og þó að það hafi ekki verið í formi glærukynninga, að þá er ekki þar með sagt að hann hafi ekki fengið tækifæri til að flytja mál sitt. Það var kom ekkert sérstaklega fram í boðinu til Völu Garðarsdóttur að hún ætti að koma með glærukynningu eða ætti ekki gera það. Þannig að sko eina sem er athugavert hugsanlega við boðunina til Dr. Helga á sínum tíma er að hún kom með tiltölulega stuttum fyrirvara og við þar á leiðandi horfum bara til þess í umfjöllun þetta mál. Það er hins vegar svona dálítið mikilvægt að við förum ekki að búa okkur til eitthvað slíkt fordæmi að ef að einstakir eða aðilar sem að hafa einhverja skoðanir á einstökum málum, að ef að þeir fái ekki koma í borgarráð og flytja mál sitt, að þá sé þeirra sjónarmið bara útilokað. Það er fjarri lagi vegna þess, eins og ég sagði hér áðan, að það eru mörg stig í skipulagsvinnu. Á hverju stigi hafa fólk, stofnanir, fyrirtæki, tækifæri til að koma sínu skoðunum á framfæri og ég held að í þessu máli þá hafi nú ekki, það hafi verið ritaðar auk þess að gríðarlegur fjöldi greina, það eru ákveðnir aðilar sem hafa ritað gríðarlega fjölda greina þetta mál. Og það að við hlustum ekki eða tökum ekki skoðanir allra inn í myndina, það er svo fjarri lagi og það er svo fjarri lagi að þeir hafi ekki mýmörg tækifæri til að koma sínu skoðunum á framfæri. Ég held að við ættum að við skulum ekki búa til þá reglu að ef þú fari ekki að mæta í borgarráð þegar að þér hentar að þá sé sjónarmið þitt ekki virt. Það má ekki verða eitthvað viðmið hjá okkur. Það er mjög mikilvægt. Já, ég ætla að biðja borgarfulltrúa að virða ræðumörkin. Já, var það? Já. Nei, ég er búin að vera svolítið í bjöllinni hérna fund. Ekki bara þú, sko. Bara alla borgarfulltrúa að sýna gott fordæmi. Þá hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvarum telst lokið. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs, við göngum til 7. liðar og útsendum dagskrá og þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 17. nóvember, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. nóvember, fundargerð mannréttindaráðs frá 14. nóvember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 13. nóvember, eða bara ein, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. nóvember, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 13. nóvember, fundargerð velferðarráðs frá 2. nóvember og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. nóvember. Þá er dagskráin tæmd. Við eigum hins vegar eftir að lesa upp bókanir. Má ég sjá hver vill ríða á vaðið, hver er fyrstur með bókun? Enginn, einhver?
Það Sjálfstæðisflokkurinn Halldór Halldórsson borgarfulltrúi les upp bókun, væntanlega undir lið 1 á útsettri dagskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hérna? Hvað viltu gera? Nei, það hana, hliðinni. Bókun okkar svona undir kjörgengismálinu á fyrsta lið, eins og forseti nefndi, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að Reykjavíkurborg hefði átt að fá úrskurð ráðandi sveitarstjórnarmála vegna vafa kjörgengi Kristínar Soffíu Jónsdóttur, slík afgreiðsla faglegri og eðlilegri. Því þrátt fyrir lögfræði álit að borgarfulltrúinn hafi líklega ekki misst kjörgengi eru ákvæði sveitarstjórnarlaga svo skýr missi kjörgengis að mikilvægt að formlegur úrskurður verði kveðinn upp af ráðuneytinu. Það Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins undir fyrsta lið og þá ætlar Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, að gera grein fyrir gagnbókun meirihluta einnig undir fyrsta lið. Forseti og borgarstjórn, gagnbókun hljóðar svo. Í lögum kosningar til sveitarstjórna kemur fram í 98. grein að það sveitarstjórn sem úrskurðar hvort sveitarstjórnarmaður hafi misst kjörgengi. Í þeim kemur einnig fram að skjóta má slíkum úrskurði sveitarstjórnarinnar til dómsmálaráðuneytis og að úrskurði þess má svo skjóta til dómstóla. Lögin eru þannig afdráttarlaus að það borgarstjórn sem ber að úrskurða kjörgengi borgarfulltrúans en síðan má skjóta þeim úrskurði til æðra stjórnsýslustigs. Ljóst má vera að málsmeðferð borgarstjórnar að öllu leyti í samræmi við ákvæði laganna og hún undirbyggð af lögfræði álitum. Það Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókum meirihlutans. Ekki eru fleiri bókanir á dagskrá, ekki hafa borgarfulltrúar látið mig að minnsta kosti vita þær. Þannig að forseti slítur fundi 16:08.